heil og sæl og verið velkomin í þátt númer. Hvað, Birgir, ertu með tölum á því? Heldur sem í 254, Já. frekar en 255. Já, hvort heldur sem þá spennandi þáttur í kvöld. Já, heldur betur. Og við erum þetta með kannski örsnögt árum við kynnum gestina inn. Þá erum við með Volt Já, passar. og líður bara betur með Volt. Og það nánast allt sem þú getur fengið heimsend til inn í dag. Já, það er bara allt. Hvort sem það eru þetta kynlífstæki, matur, Matvörur. slíkt. Já, þetta er allt saman. Já. 0 krónur í heimsendingjaldið út með Volt Plus sem kostar undir 500 kallinn. Þannig að það er verið að gefa það eins og fleira. En að þætti kvöldsins, það eru þau Karen Björg, einn afkastamesti handritshöfundur landsins í dag, er meðal annars að vinna áramótasköpun og svo eru það Brjáns þættirnir sem við ætlum að fara yfir hér í kvöld. Henni til hals og traust í kvöld er Sóli Hólm, grínisti, leikari, eftirherma og handritshöfundur. Verið þið bæði hjartanlega velkomin. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Þetta er góð, ég er svona sérlegur aðstofamaður. Þetta hljómar þannig. Ég mér finnst það mjög bara ánægulegt. Hún er líka, Það afsaki, ég ætla bara að segja fyrir hlustendur sem er að hlusta á hana þátt en er ekki að horfa á hana í mynd, þá þú gæti þurft að taka mútið barnið en eftir, Sóli. Já, sko, að finna þér, ég er eiginlega að vona það. Ég er bara gíraður í það, sko. Já, ekki ég. Nei, ekki Karen, sko. Af því að fyrir mér er þetta ekkert mál, sko. Ég er búin að gera þetta svo oft. Já. Mér finnst þetta ekki eins og það dásanlegt, sko. Jú, þetta er það nú alltaf. En ég veit ekki hvernig það væri, maður væri svona algjörlega ótengdur, sko. Þú veist, bara ég kom hvergi nálægt þessum getnaði. Og einhvern veginn svona, og við erum ekki blóðskild við Karen, svo ég viti, og þannig að þetta er svolítið skrítið að vera bara svona sem einhver félagi. Kunningja. Já, bara kunningja það. Haldi höndina þér og þurka svita vennina þér. Já. Shit. Það var eitthvað. Sko, byrjum alltaf bara á því árum við hjólum í Brjánsa. djúsin. Já. Og Karen, hvernig liggur á þér? Bara núna? Já, bara akkurat núna. Bara akkurat núna. Segðu alveg satt. Ok, sko, það er mánuður í due date hjá mér. Ég er farin að finna fyrir, ég er svona að verða meiri hvalur á hverjum degi. Og ég er til dæmis búin að skipta 3 sokka bara í dag, bara því að ég svitna svo mikið á fótunum. Já. Vá, það voru þar, já. Já, einmitt. En þú ert ekki hvalur, alls ekki. Æ, takk fyrir Sólmundur. Já, nei, ég er bara hressi, ég get ekki kvartað, sko. Ég næði að vera göngutúra og eitthvað svona og reyfa mig og ég er komið að setja lóðum heim til mín, ég meik ekki að fara í vörklass. Svona, Ekki? Nei, ekki ég er í laugum, sko. Nei. Ég get ekki látið sjá mig svona feitað þar, sko. Ertu komið í grindina? Nei. Nei, gott. Ekki Það er neitt. gott. Hvað þýðir það? Það er bara grindagleinun, hún er algeng á konum Já. sem að geta af þetta gengið, sko. En ég sé satt... Já, kannski ekki að spurja þessu í podcasti. Ertu komið með grind? Þetta sýnir bara hvað ég er reyndur í þessu. Ég veit að þú Já, ert svo svakalega. það er ekkert nýtt fyrir mér í þessu, sko. Ekki neitt. Nei, en ég er með vannskapað leg, þannig að með strákinn minn þá þurfti ég að fara í keisara. Ok. Og Það færið það aftur. ég fer í auka sónar eftir 2 vikur Já. til að sjá hvort að ég eigi að bóka mig keisara sem er mjög ruglað, því að seinast þá bara eitthvað, já, það er laust á 3. Og maður er ok, það er 5. október, já, skemmt, já, þá er það bara ammælstæður í Akkurat. vatninu. Ég er búin að prófa þetta líka. Já. Fyrirfram ákveðin keisari. Ég er búin að prófa þetta allt. Þannig að þú veist, ég get farið með þér í gegnum hvað sem er, Karen mín. God. Bara ef eitthvað kemur upp á. Ok, mjög til. Já. Mögulega hafa hann bara á staðnum. Já, kannski geti verið aukamaður. Já. Mjög gott, þetta er allt saman gott. Sóli, hvernig liggur á þér? Bara vel. Bara ljómandi vel, sko. Nema það er svo leiðilegt að keiringa, maður. Já, ég var að fara við það. Ég veit, það er annað en það er af sem áður var. Já, Tómasarhægin hafa miklu meira næs að koma þangað. Þetta er bara einhverju sterilu, þetta er ömuleg stúdíu. Þetta var miklu meira næs í hönnunarhúsi. Já. Það var ég kem ekki aftur hingað, sko. Nei. En bara, jú, þegar ég var komin í gegnum svona mesta flöskuhálsinn í umferðinni, þá léttist brúnin. Já. Búið þið báðir hér, nálægt hér? Nei, hann og heima bara, við veistu bönn, Já, ég nei. er náttúrulega hliðina. Sóli er núna komið í annað skipti. Fyrsta skipti sem hann kom, þá vorum við Unglingar. stíga fyrstu skrefin, slíta baskunum í hlaðarsleiknum og þá vorum við í bakhúsi hjá foreldrum mínum. Og það var dýft þar, það var smá rómantík þar. Já, þetta er svona það var svolítið eins og koma á skurðstofu núna, sko. Já, þetta er ömurlegt hérna. Já, það vægast En þú veist, bara allt í góðu samt. En eitt
skára, og kannski tvent og jafnvel enn fleira, en það auðvitað myndgæðin og hljóðgæðin, því þetta var svona svolítið eins og... Þetta var svo hryðjuverk. Já, Það er betra að hlusta á þetta, já. eins og þetta væri tekið upp á Gazaströndinni. Þetta var eins og við værum að taka Þetta var Sóley... hræðilegt. Já, falda myndavél. Já. Það var... Þannig að við byggjum þig í persónu líklega í svona fjórðaskipti afsökunar á gæðunum á þeirri upptöku, en það var skemmtilegt alveg svo að vera gaman hérna hjá okkur í kvöld. Og við ætlum að keyra á Brján. Ný sería frumsýnd í gær á Sín Plus, hún var í opinni dagskrá. Prime tímasending, 18:55. Já, sannarlega. Já, er það prime tímasetning? Er það ekki það? Mér veist það, Sko, ég sopnaði 8-9. Mögulega á sunnudegi. Já, ok. Já. Ok, mögulega 8, skilur. En Það beint eftir fréttir, sko. er horfir ekki margir á til línulegri held ég. Ég held að sínum flestir að taka þetta á plúsnum. Og þetta Nema, þú... Sért ekki áskrifandi? Já, akkurat. Já. Það er allavega leiðin til þess að það er loophole, að þú tímir ekki bara áskrift, það bara býður eftir hverju þætti. Og þeir eru svona konið 2 inn á Sín Plus, sko. Já, við skulum hamra á því, af því Já. að ég svo mikil gómur og Guðmundur markastjóri sína, hann er ekki ennþá splest í áskrift handa með þér. Ég gæti svo sem að haft efna á henni, það kostar ekki mikið. En þeir sem eru með áskrift, þeir eru komið aðgangu 2 þá. Já, og verða alltaf einum á undan. Já. Þannig að þegar nummer 2 kemur inn, þá er 3 komin hérna. Þannig að hann dónýtt að vera á kaffistofunni og vera ekki up to date, sko. Já. Þeir eru alltaf að loka eyrunum þegar það verða að fara yfir. Akkurat, það er cliffhanger í hverjum þætti á Brjáni, sko. Þú vilt ekki missa því, sko. Nei. Það er bara líka vandræðilegt að vera ekki áskrift, sko. Ég hefði ekki átt að segja þetta, sko. Nei, Ég ætla að drífa mig á, sko. við klippum þetta út. Leikstjóri er Sigurjón Kjartason og það þetta eftir að hylla eins og í leikaravalinu og handisvið. Þetta er rosalegt line-up, sko. Já, það var bara að fara í efstu villuna. Dóri Gylfa í A-hluturki ásamt Ilmi og Steinda á fleirum. Karin, Já. sko, þú komið víða við, venlegt fólk, arfurinn minn, kennarastofan, útilega, ert að skrifa skaupi ár og fleira og fleira. Hvernig kemur þetta á þitt borð og er þetta frábröðið öðru sem að þú hefur gert? Sko, Erlingur Jack sendi bara á mig post. Ég veit ekkert hvað hann nálgæðist nafni mitt svo sem. Hann er fínn vinnur umbóðsmannsins míns Árna. Það hefur örugglega verið í gegnum það. Nei, þetta er svona sama form og venlegt fólk, til dæmis 630 og ég var svona orðin ágætlega sjóði að skrifa þannig boga, skilur af þáttum. Þannig að þetta var ekki erfið fæðing. Nei. Þessir þættir. Ég get ekki sagt það, sko. Og ég hef sagt það áður, en að vera búin að kasta Dóra Gylfa í A-hlutverk skilaði rosalega miklu. Var það sem pitsið hans Erlings? Eða? Já, það var stuttmynd sem hann búið að gera. Ég sá hann ekki, hann vildi ekki sína mér held ég. Nei, ég sá hann aldrei heldur, sko. Og sko, já, það var Elli gerði eitthvað stuttmynd þegar hann var í kvikmyndaskólanum. Okay. Það sem snýrist þetta sama, bara maður sem bjó heima hjá mömmu sinni, spilaði fútbolmanager og taldi sig vera besta fótbolta þegar þú er í heimi. Og það er svona lína sem við leggjum að stað með, við þykjum þetta aðeins, með því að bæta við fleiri persónuleikum og bara meiri svona dýft í þetta. Þetta er ekki bara hlæ, sko. Nei. Já, ég held að svo ég hrós okkur. Það er sem að okkur svona tókst var að taka slapstykki úr þessu og gera þetta svona kannski aðeins meira real, raunverulegra og þá einhvern veginn er það sem ég fyndnara og það sem er sorglegt er stingum meira. Og þetta er bara, þetta er feel good þættir. Ég held að það sé svona besta lýsingin á þeim, sko. Þetta er feel good og bara, þú veist, ég var alveg svakalega glaður þegar ég sá þá í bíó, þessar fyrstu 2 þætti, að því að það er náttúrulega það sem maður hefur lært að því að byrja að skrifa handrit, því ég náttúrulega kemur því að mín listsköpun er alltaf þannig að ég bý hana til og ég flyt hana, þannig að ég ber ábyrgð á þessu alla leið og það er mitt að klúðra því og það er líka ég þarf ekki að treysta á neitt nema sjálf á mig en það er svona, mér er þó það svolítið svona erfitt að skrifa handrit og veit ekki. Svo verður að sleppa. Já, svo það var að sleppa og svona kemur þetta til skila alveg eins og ég sá það fyrir mig og þannig, sko, þannig að þú veist, þá þarf að ríkja traust milli handritshöfundar og leikstjóra og ég fæ það ekki fyrir en ég er búin að sjá hvað þið verið að gera. Þannig að ég treysti Sigurjón Kjartasinni núna eftir að hafa séð þessa 2 þætti, sko. Af því maður veitir hún ekkert hvernig menn meðhöndla þetta. Mér finnst þetta alveg bara, og já, við vorum sammála það við Karin, þetta var bara, kemur svakalega vel út. Já, og það sem ég hef líka lært er, sko, að taka ekki mark á
fyrsta rönni þegar ég horfa á eitthvað sem ég skrifaði, skiluru, að því að þá ég bara að bera það sama við hvernig ég spilaði hausnum, skiluru. Maður bara, já, byrju, þessi sena, hún allt öðruvísi, en það því samt ekki á sig verri. Nei. Þetta nefnilega mjög góða punktur, það því að ég mitt horfði eitthvað á þetta þegar áðins að væri búið að lita leiðrétta og svona hálfgjört grófklippa þessu og þá var bara eitthvað einn í símanum upp í rúmi og það bara, þú veist, og þá var ég svona, er þetta nógu gott, hvernig er þetta eitthvað svona, sko, svo bara kemur maður í bíóið með undirvæntingar, þú veist, og þetta fer svolítið rólega stað, fyrsti þáttur, fyrstu 5 mínúturnar eru svolítið rólegar, sko, og svo bara fann maður hvernig fólk var að kveikja á karakterunum og það í raun, það miklu betra, þetta bara svo lag sem þú heyrir fyrst og fyrst instantly gott, þú farið fljótt leið á því. En lagi sem þú heyrir 3-4 sinnum og þú farið að elska, þú farið aldrei leið á því. Þannig ég vona að brjótn verði svolítið þannig, sko, þessi þætti sem maður horfir á aftur, sko. Og eins og, þú veist, breska Office til dæmis, sem ég geti hort á 100.000 sinnum, en það endar miklu meira grínu þetta, en þið skiljið hvað ég á við. Að svona, ég held að þetta sé þannig þættir, að þetta svona synkar inn, sko. Já, ég ætla reynda bara að henda mér beint í áskrift í kvöld og fara að horfa á þáttum með 2, ég hef ekki hugmynd þetta, sko. Ég veist sem að það verið degi undan, en ekki viku undan, sko. Nei, en þú getur líka alveg beðið bara í 3-4 vikur og tekið allt í einu, sko. Man gæti gert það. Getur gert það, sko. Ég reyndar þeirra skoðunar, mér finnst að þáttur eins og þessi eigi koma allur inn í einu. Af því þetta ekki, þú veist, þetta ekki eitthvað svona, þú veist, hvað gerist í næstu viku? Þetta ekki þannig, sko. Þannig að stöðvarnar gera þetta svolítið, sko, bæði síminn og sín og mér finnst þetta svona virka í sumum tilfellum, eins og með Ice Guys fannst mér að virka, mér finnst það var eitthvað þannig þættir, því þeir eru svona meira svona byggður upp eins og grínglæpa þættir, sko. En með svona fílgút eins og þetta, eins og útilega sem að Karen skrifaði líka, að vera mata það svona inn, ég ekki endilega sammálaði. Líklega kannski ástæðan fyrir til að verja kostendun að þarna auðvitað að selja auðlýsingar. Já, og þetta líka að þú nærð áskrifti við 2 tímabil. Einmitt, já. Það er stærsta hugmyndin. Og þetta bara, það þarf að reka þessar stöðvar, þannig ég dæmi ekki, sko. Þetta líka bara óþolumæði mér. Ég væri til að, maður líka orðin og góðu vanur, sjáðu til. Það ansi sjaldan sem maður að bíða eftir þáttum. Þú veist, ég horfði á Breaking Bad þegar 5. seríu var búin, skiljið. Þannig að maður tekur bara 5 seríur í beit, sko. Þannig að þú veist, ég líka bara svolítið pirraður því ég spenntur sem meira, sko. Þannig að ég sé nú ekki alveg að dissa þetta mikið. Já, þetta var með venjulegt fólk, þá komið allt inn í einu og þá fengt maður bara message daginn eftir, hvernig kemur meira og maður bara, guð minn góður. Já, akkurat. Og það er einmitt þannig, sko, að maður, eins og með venjulegt fólk, maður fór bara, ég var ekki með sjónvarp Símans, ég var ykkur í Orlofshúsi á Akureyri, og þá bara horfðum við öll fjölskyldan á þetta, skilurðu. Og það eru til dæmis ekta svona þættir sem að þú þér ekki vænt karakterana og þú vilt bara halda áfram, sko. Og ég held að það sé svona svolítið, þetta ekki svolítið líkur fílingur í Brjáni, þó að sé gjöróleikar aðstæður. Þetta er svona lúða innlagni. Já, akkurat. Ég reyndar fekk, og ég ætla að vona að ég segi ekki það er reyndar geð ekki þetta, ég fæ smá afturheldingavæp af þessu. Já, það er bara að þetta er íþróttir. Já, ég held það. Að því að sko afturræting er töluvert dramatískari og svona alvöru, þú veist, einhver að taka pillur og veselskili, þú veist, já, hann sko, en auðvitað þetta er íþróttaþáttur, þú veist, þú getur fundið einhver samhljóm í Ted Lasso, afturheldingu og bara alls konar, sko, þú veist, það er bara umhverfið held ég, frekar en hitt, sko, en ég mannsatalega þegar við vorum að byrja, það var afturhelding nýbúin, þá var maður eitthvað svona, þú veist, það var annan íþróttaþátt og ég held að þetta er svona, þegar þú mynd horfa á þetta allt í einu, þá er þetta töluvert langt frá því, sko. Það er eina sem er sammerkt eru íþróttir og skrýtingur sem tekur við liði, sko. Já, það var Steindi. Já, og Steindi líka. En þetta er áhugavert, ok, þannig að þeir eru alveg búin að vera með þetta lengi í bígerð. Sko, þú talaður að fyrsti þátt, hann var, eins og við aðeins talaðum við Karen fyrir þátt, sko, hann var mjög svona, ég ætla ekki að segja lengi í gang, það var bara svona verið alveg að taka sér tími, bara fólk fengi að kynast persónum og leikendum, en það er líklega meðvitað eða eitthvað. Já, er ekki eitthvað fræðibæk á það? Karen er menntaðri heldur en ég í þessu. Já, það er náttúrulega smekksatrið, sko, en stundum er sagt, maður verður alltaf að passa sig að vera að tala við heimskasta áhorfandan í salnum. Já. En já, þú veist, ef ég var að byrja á þessum þætti, þá var ég bara, já, áfram, heyrðu, meira, þú veist, ég er búin að ná þessu, en En eins og Sóli segir líka, þetta er ekki þannig þáttur en einhver voru degi, en þetta er í þessum, þetta er einhver í að þannig. En já, klart. Ég meina, ég er líklega heimskasti áhorfandi því að ég hafði mjög gaman að því að
sko, að því að einmitt hættan með 30 mínútur þætti, 6 þætti, þetta er ekkit langur tími sem við hefur til þess að kynna karakterinn inn og það er komin dýft á karakterinn eftir fyrsta þátt, þannig að maður er mjög spenntur að sjá meira. Svo er þetta líka mögulega fullkomið lengt upp og þú farir ekki TikTok-kynslaðin að fara að skróla í símanum, sko. Sem er alltaf hættan. Já, það er rosalegu munur að horfa á þætti þegar maður er með síman bara í öðru rými. Það er einhvern veginn, sko, allir þættir verða þokkalegir við það. Einhvern veginn svona þegar maður er bara með fókusinn að horfa. Ég reyndi að sopna þá oftar, sko, en þetta er alveg svakalegu munur að vera með fullan fókus að horfa á þætti. Ég er búin að vera að vinna með þetta nefnilega núna. Og það er bara, ég bara busta tennurnar og sest í hægindastólinn og bara stari. Þú veist, og það er, en ég endist sjaldan heilan þátt, sko. Hann ætla ég líka á 50-saldri. Ég verð alltaf með því, sko. Liverpool-leiki líka? Ég sopna ekki við þeim, sko. Nei, en ertu með símaðin? Já, ég er enda með hann þá. Því þá voru vinir mínir að senda eitthvað, þú veist. Já, það getur verið skemmtilegt. Já, það er enda skemmtilegt. Það er svona, já. En pæli í hvað maður er að steikja í sér dopamínkerfið að vera að horfa á mynd eða þátt og er síðan líka á, þú veist, ég veit ekki, TikTok eða eitthvað, þetta er alveg gali. Þetta er ekki í lagi. Nei, þetta er ekki í lagi. Mér finnst ég líka sem handritshöfundur, þá er ég sko ferjastundum í símana því ég er búin að ná hvað komst til skila í þessari senu. Já, akkurat. Já. Þetta er líka einmitt, sko, þó ég hef ekki verið að skrifa glæpa þetta, það finnst mér eiginlega alltaf vita, bara já, þessi þarna og oft bara segja þetta og það er eiginlega undantekningarlaust ef ég rétt fyrir mér. Hægindastólnum og segja þetta. Já, setja þetta bara, já, á meðan ég, sko, kona mín sem er alls ekki vitlaus, hún er bara mjög greind kona, en hún spyr mér svo skringilega spurninga þegar við vorum að horfa á þætti, hvað með þennan? Bara svona, þú veist, þetta er þekkt náttúrulega og ég er að byrja að horfa á þetta líka, þú veist, ég veit ekki, þú veist, þannig að, já, þú veist. Er það ok? Ertu með ADHD eða? Sennilega, einhverju vilja meina það, en ég hef ekki verið greindur með það. Þá er maður stundum búin að spila út, skilur eða þú veist, Já, bara einmitt, þú getur ekki beðið eftir ég veit hvað er að fara að gerast. Akkurat. Þetta er svona þegar maður klára setninga fyrir fólk. Sorry, ég verð að skjóta einu af því ég var ekki með að skrifa. Alltaf þú varst handritshöfundur Æskæs. Geðveikið þetta, síðasti gestur hjá okkur var Jón Jónsson sem er alveg einstaklega óhress náungi. Já, það er leiðilegt að hafa hann. Já, það var svo leiðilegt. Já, það var svo leiðilegur, sko. Sko, við varum aðeins að byrja út í þetta. Sería 1, geggjuð, sería 2, sturluð, sería 3, sko, þeir hljóta að vera á einhvers konar flippið voru að semja þessa. Hún er geðveik, en hún er allt öðru í sig. Allt öðru í sig, já. Sko, þetta er nefnilega, sko, já, ég hef heyrt að hún sé svolítið grilluð. Á góðan hátt, sko. Já, sko, mér persónulega finnst hún, sko, það var auðveldast að vera að finna inn í fyrstu seríu. Já. Af því að þá ertu bara búið til konsept og það er allir að sjá þá í þessum nýju hlutverkum og einhvern veginn, þú veist ekki hvað er að fara að gerast, en svo ertu búin að teikna upp og þið eru búin að kynnast þessum karakterum, þannig að það er erfiðar að koma óvart með, skilur, þessum augljósu hlutum. Sko, ef ég ætti að ranka þá fannst mér skemmtilegast að skrifa 3. seríu, en hún ég var að hlusta á gagnrýni í lestinni hana og ég er svo samanlega smá sammálaði kannski, hún er svona, það er svona margt í henni kannski sem er óraunverulegt, eitthvað svo leið, sko, en þetta var líka bara svolítið, sko, eins og við hugsuðum þetta þegar við vorum að gera söguna þessu, að við erum búin að vera með, sko, einhvert þú veist, þeir byrja sem æskæ sem enginn hefur áhuga á og bla 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 og þeir vera stæðir og svo kemur eitthvað vandamál og þetta er svolítið svipuð örk í seríu 1 og 2 og ég held að okkur hafi langað að fara í gjör ólíka átt með seríu 3 og gerðum það og ég held að hún er eftir að eldast frábæla, þessi sería. Það er mín skoðun, sko. Já. Þannig að hún er kannski svolítið mikið grillaðri, sko, en ég alvöru tala, ég var ekki að reyna það. Ég fattaði það ekki, sko. Mér fannst svona skemmtilegar og fyndnar í samtöl og þannig í þessari seríu, sko. Já. Bara eins og þú veist, Gísli og allt það, sko, hvað hann er ógeðslega mikill lúði. Ég veist rosa gaman að skrifa það allt saman og sérstaklega að skrifa lélegar sögur. Láta hann segja, þú veist, sögur sem hafa ekki punchline, það er svo ógeðslega gaman að skrifa það, sko. En segðu mér að, er eitthvað saga baka það, dattir þetta bara í hug? Já, mér datt þetta bara í hug. Mér fannst það bara að fyndi einhvern veginn að hann væri hann með góð punchline? Já, hann er mjög skemmtilega gæði, sko. Mér fannst það bara eitthvað fyndið, hann væri svona, þú veist, gæði sem er búin að bara, fá velun fyrir handrit ársins á Eddunni og hann er bara ógeðslega erfitt með að segja svona chit-chat stemmingssögur, hann bara geti það ekki.
þú veist, hann bara fatt ekki út af hvað að ganga og það er til dæmis þau augnablik þegar maður mun horfa á þau, ég held að það geti orðið svona eins og horfa á breska Office aftur og aftur, því ég var að horfa á atrið það sem að, sko ég vona að við séum ekki að spoila ef þið bara hættið bara að hlusta núna í svona 15 sekundur, þegar að Frikki kemur til hann svona að segja söguna Denzel Washington, sko mér finnst þetta svo fyndið. Nú er hann að hlæja eigin fyndið. Já, það er sko og þegar Hannes var að sína verið í klippinu, hann var sammála, sko, hann sagði þetta er bara eitt að finna sem ég séð, sko það er svo mikið þvæla, sko þú veist, þegar hann er að blanda honum inn í þetta, þú veist, já, þetta er bara, ég ætla hægt að tala um þetta því að ég vandraði hvað ég hlæði mikið sjálfur, sko en bara, ég er bara rosa ánægð með hennar þríleik og þú veist, ég myndi ekki treysta mér að skrifa aðra sjónvarserju Ice Guys. Nei. Jú, aðra sjónvarserju en ekki Ice Guys. Mér finnst þetta að vera tæmt. Ef það er að gera eitthvað, þá er það bíómynd, þú veist, þá er þetta að fara svona, þú veist, það er allt annað fílingur, sko. En það verður ekki önnur sjónvarserja. Það er alveg 100%. Alltaf ég mun ekki skrifa fleiri Ice Guys sjónvarserjur. Það er bara þú veist, bara sem listamaður þá verð ég að stíga frá því, en ég er alveg til að gera bíó einhvern tímann, sko. Sko, til að slúta þessu, Karen, hvaða Ice Guys meðlum er komið mest á óvart? Hvaðan lék vel eða illa? Mér fannst bara Frikki rosa flottur. Já. Já. Frikki var geggjaður, mér varst það rosa misast eftir serjum. Mér var sko Rúrik vera langbæstur í 3, sko. Já, sorry, nú hef ég bara séð eiginlega serju 1. Já, okay, þú varst bara að horfa. Í serju 3 fannst mér Rúrik vera bestur, sko. Mér varst hann að leika rosalega vel, sérstaklega svona lítil moment, það sem hann bara með svipi. Mér varst það alveg bara ótrúleg framistæða oft á tíðum. Og varst þú að setti alltaf eða? Aldrei. Nei, aldrei. Ég þól ekki að setti. Já, þið hendi alltaf bara 100 Nei, Karen er rosa dugleg að mæta sett. Ok. Ég ger það aldrei, ég þólið það ekki. Já, en ég er samt ekkert mikið að skipta mér að, sko. Ég er ekki að mæta bara því að ég treyst ekki. Mér finnst bara gaman. Mér finnst bara rosa gaman og já, mér finnst mjög gaman að setja, sko. Ég get sagt ykkur það að í þessum 3 seríum Ice Guys, ég mætti einu sinni. Og það var í fyrstu seríu upp í Mosó þegar þið voru þarna í stúdíónu. Þegar Rúrik var að dansa. Já. Og ég mætti þá og þá fattaði ég bara, það var alltaf eitthvað þögn og setti. Af hverju er ég að koma hinga til að þaga? Hvað er ég að gera hérna? Ég er bara að koma, ég ætla að koma bara eins og hreist upp í stemmingunni, sko. En þú veist, ég má ekki eins og tala. Þá á ég bara að vera heima hjá mér. Þannig að ég bara, ég kom aldrei eftir það. Ég kom aldrei í seríu 2, aldrei í seríu 3, mætti aldrei. En maður er líka oft farin að vinna í ykkur öðru. Þegar tökur standi yfir á, þú veist. Já, það er ekki vandamáli á mér, sko. Ég er ekki að gera neitt, sko. Svo eru þetta brugsmeðan Kaldi. Fyrsta handverksbrughús á Íslandi, hvorki meira en minna. Kaldi er nú nálægt Greiningu, eða ekki? Jú, svona, já, Norrlandi, já, akkurat. En Kaldi er auðvitað ekki eins og aðrar brugverksmiður. Ný, þetta er ekki fyrsta handverksbrughús á Íslandi? Jú, og svo er þetta auðvitað bara fjölskyldu fyrirtæki, áskóðsandur mjög fyrir því. Já, í Guðánabænum, ég meina þessi 2 risar á markaði eru ágættir, en styðjið fjölskyldu fyrirtækin, styðjið landsbyggðina, stiði Kalda. Já, þú veist, og fyrir fyrirtæki að kíkja þarna í kynningaferð, sjá hvernig verksmiðan er og fá túr og... Já, og svo, minnum á Bjórböðun og Hótel Kalda. Já, og gista síðan á Hótel Kalda, einmitt. Það er að gera hrikalega flotta fyrirtæki að ferða úr þessu. Alltaf ótrúlega að við séum ekki enda búin að gera það, sko. Nei. Bjóðum Viktor með okkur. Herðu, við þurfum bara að gera það eins og skot. Neo. Já. Nýja vefurinn, hann er komin í loftið. Herru, ég fór á Neo föstudag og laugardag. Í alvörunni? Já, sko, nei, ég er aðeins að ljúga. Ég fór á föstudaginn á Hafnartorg-gallerí, sótti neopizza.is, notaði K25, fekk 25% afslátt. Það sé að D25. Sé að D25, rétt. Og ég pantaði, sko, bara fyrir fjöluna 3 stórar og hugsaði bara, heyrðu, svo eigum við þetta bara laugardaginn. Þannig að það var 1,5 á föstudaginum og 1,5 á laugardaginum, við hittum þetta upp. Það er ekki alveg jafn gott, það er best að fá þetta bara beint úr opninu þeirra, en þetta var... Ég fór í eina sem var svona kjötveisla, eina sem var spicy, eina hefbundar pepperoni. Svo fór ég í kryddbrauð. Litla pepperoni. Wow. Þetta var... Ég hef ekki verið kryddbrauð, er það gott? Það er mjög gott. Okay. Þannig að ég hef eftir að prófa staðinn á Laugaveginum, en get allavega, ég veist ekki hann segja alveg bara, já, góður ef ekki betri heldur en staðinn á Hafnartorg-gallerí, en ég er auðvitað mikill Hafnartorgs-gallerí maður. Já, og ekkert vera feimin við það að dreifa CAD25 kóðunum að því að... Nei, hann má fara sem víðast. Nei, þetta er bara raunverulegt sparnar og þú finnur ekki tilbúin mat á þessu verði. Nei, mér finnst það mjög ólíklegt. Nei, og svo er þetta bara fáránlega gott auðvitað. En Orka náttúrunnar heiti Bekki við rafmagnsleiðslustöðina á Bæjarhálsi. Ég fæ bara, ég gat ekki klára þessa setningu. Nei, emitt.
fyrst bara gæsara, Já, bara, þú veist, chicken skin. í sumarinu 4 starfsmenn frá listaháskólanum með veitur, eða með veitu.is að því að nýta afgangsvarma úr hitaveitukerfinu til að hita upp bekki fyrir opin svæði og já, við óskum og enn til hamingju með þetta glæsilega verkefni. Þannig að meðan þú ert að hlaða bíliðin upp á höfða, þá getur þú bara sest á bekkinn og hiti í rassin. Já, þægilegt. Wow. Og horta á náttúruperluna upp á höfða. Og svo sest inn í rafmagnsbíliðin og hiti í rassin. Wow. Já, og enn. Orkan náttúrunar. Sól er komin á áhugaverðan punkt, Karen. Sko, tengir við þetta að því að eftir fyrstu seríu, eftir aðra seríu að tala second season syndrome og svo þegar þú ert að gera fleiri seríur, venlegt fólk en einhver 7 seríur. Við þurfa einhvern veginn, ég veit ekki, finna ný twist og breyta til að því að þú hefur ekki þetta váfaktor sem hefur í fyrstu seríu, þú ert að kynna alltaf inn og þar fram með tökuturum. Já, ég kannast við það. En eins og í venjulegu fólki þá var kannski mengi sem við gátum snert á bara eitthvað svona venjulegt sem að fólk upplifir, miklu stærra veikindi, hvað er venjulegt eiginlega og svo finnst mér líka það sem að ég svona lærði mjög fljótt að því að fyrsta seríu sem ég skrifaði venjulegt fólk 4 og þá eru karakterinni búin að vera til í 3 season og sem að koma þannig inn sem handritshöfundur þá var eiginlega að læra að hlusta á karaktera sem að eru nú þegar til, skilurðu. Þú getur ekki farið að búa þá til, af því að þeir eru til. Þannig að það var einhvern veginn Einfaldar það í lífið eða verða bara erfið? Það, sko, bæði. Af því að bara einhvern veginn eins og Tommy, Himmigo í venjulegu fólki, skilurðu, bara þú veist, hann er svona, þú veist, hann getur fengið nýja dellu. Það væri bara alveg klassíst hann, skilurðu. Humar og hvað var það? Kaja Kolossus og humar og IPA bjór og eitthvað svo leiðis þannig að já, það var að einhverju leyti það er að einhverju leyti auðvelt sorry, ég sé ósammála þér nei, bara hvað geti gerst skilur já, bara í ég held næstu að sé líka kannski annað þegar þú ert með alvöru manneskjur sko. Það er allt svona og yfirskáldað einhvern veginn í þessu og ég held bara í mörgum seríum, sko Ricky Gervais sagði að engin þáttur ætti að vera meir en 2 seríur og Christmas special. Og ég held að hún sé það bara með bandarísku Office, það þyntist allverulega þegar leið á. Það reyndar helt alveg vel út í 5-6 seríur, sko, gerði það, sko. En ég held að það sé kannski bara svolítið annað með því að þú veist, venjulegt fólk var venjulegt fólk. En það hefði samt ekki mátt verið lengra, sko. Nei, alls ekki. Bara hvað Vala og Arnar að byrja saman og svo hætta saman og byrja saman og hætta saman og... Akkurat, en það, eins og segja, það var samt venjulegt fólk að því að sko karakterið hjá Ice Guys allir hver á sinn hátt svolítið ekstrím. Og það þrengir mengið alveg svakalega mikið og þetta ekki þeir eru ekki að lenda í venjulegum aðstæðum, þeir eru alltaf að vera að lenda í ekstrím aðstæðum en eru verða samt alltaf að vera ennþá hljómsveit og þeir eru alltaf að vera, þú veist, þannig að og við erum ekki, blönduðum aldrei enginn þeirra með fjölskylduna sinni í þessu, þannig að þetta er miklu þrengra konsept, sko, þannig að já, ég ætla að fá ósamála kærunum með þetta. En ef við færum okkur aftur að Brjáni, sko já, það verður ekki fram í litið, þetta er þróttara þáttur og Sóli, þú ert þróttari, yfirlýstur og mikill. Er það eitthvað sem er það vinkill frá þér eða var það frá upphæðlega konceptur? Nei, Ellingur Jack er fyrir leikmaður þróttar. Já, gefum honum smá sjá. Já, Elli Jack á sko örugglega yfir 100 leiki í meistaraflokki fyrir þrótt. Og hann náttúrulega bara, þú veist, gerir þessa stuttmynd, það sem að Dóri Gil var náttúrulega, sem bara, þú veist, köttarinn nummer 2-3 eða eitthvað, sko, og bara, þú veist, hann bara svona alvöru þróttari, sko, þú veist, ég bara í kjaftinum, sko, ég mæti ekki valla á leiki, sko, en Dóri mætir... hann alveg veikur, eða? Hann mætir á hvern einasta leik sem hann getur mætt á, ef hann ekki bara í leikhúsinu eða eitthvað, hann alveg bara, og bara niður í þrótti, og þú veist, hann bara rosalega mikið þróttari. Þannig að þú veist og þess vegna þannig verður þetta til einhvern veginn, hefði aldrei orðið til nema fyrir þrótt, sko, að Dóri Gylfa og Elli hefði ekkert náð saman nema fyrir þrótt, sko, þú veist, hann hefði ekkert fengið þá hugmynd að hafa Dóra Gylfa ef hann hefði ekki þekkt hann í gegnum félagið og þegar við byrjum að fikta í þessu konsepti fyrir einhverjum 15 ára síðan eitthvað svoleiðis, eða 13 þá vorum við einmitt að pæli að skrifa þetta frá þrótti.
þú veist, af því að við vorum allir þróttarar allir þrír já. bara svona, það ekki eitthvað típist að við þrír sem gera þætti sem gera svo í þrótti og þá voru að hugsa annað lið sem væri með svona allt í skrúfinni og svolítið allæg og hugsa já, Víkingur það var á þessum tíma þannig að, en í dag væri það ekkert fyndið það ekkert fyndið í Víking í dag, sko, þeir bara vinna þannig að, en svo bara einhvern veginn veit ekki hvernig það kom til, náttúrulega þegar við Karen erum munstruð saman þá var einhvern veginn bara búið ákveða að þetta væri þróttur og sem betur fer, sko, sem að því það algjörlega og bara svolítið gott, ég hef innsýn inn í þrótt og ég skil hvernig hjartaði í þrótti slær og það bara mjög dýrmætt held ég, en samt þetta náttúrulega mikil samhljómi milli allra íþróttafélaga, sko. Þú veist, öll svona, tala ekki svona strögglandi íþróttafélag sem eru svona milli deilda. Þetta ég held að andin í þeim sé ansi svona svipaður. Einhverju fáir sem ráða öllu og vinna mikið og svo gefast þeir upp og koma aðrir inn og þetta er bara ströggl, algjör ströggl. Já, ég helliði spenntur að hlusta. Nei, horfa á þetta að segja. Ég enda byrjar ekki að fengja með þessa áskrift, sko. En það er áhverð sem þú segir að Dóri sé þróttari nú með 2-3 af því að maður horfir á hann í karakter og hugsa, hann gæti verið samnefndur af því að maður hugsa bara þetta bara hann, og ég fer bara að hugsa spilar hann svona mikið FM í alvörunni þetta lauslega byggt á Dóri líka? Nei, ekki neitt, sko. Dóri er ekki svona sorglegur, sko. Dóri er bara hann er tveggja barna faðir bara í Vogahverfi og farsæll leikari aldrei samt verið ásinn áður, sko. Fengi að vera svona aðal hlutverk í sjónvarpsverkefni eða bíói. Hann leikið stór hlutverk, auðvitað, en þarna var hann bara, þú veist, bara leading role, ég meina, þetta heit eftir karakterinn hans, þú veist, þannig að, og ég skilir hann ekki, akkur hann hefur ekki fengið svona stórt hlutverk áður að því að hann er alveg ótrúlega góður leikari, sko, og svona með mikið svona, hvað heldur það, spektrum, mikið spektrum sem leikari, og bara skemmtilegu gæi, það náttúrulega það hjálpar, hann er jafn skemmtilegur og hann gefis út fyrir að vera. Við sáum hann líklega höst í Kid Casio. Já, nákvæmlega. Einhver besti finnasti karakter sem við erum búin til á Íslandi, sko. Ætli að sé, ég bara velti fyrir mér að því að hann er svo góður supporting actor. Skilur við, ætli að sé böl. Skilur við. Já. Getur verið. En hann var þeir senuþjóri í nætuvæktinni, sko. Já, það var ótrúlegt, sko, þessar setningar, sko. Þú veist það. Kukkur og ekki, já. Og líka, sko, hver á heiðurinn af þeirri snild aldrei? Er það Jón Gunnar Gerdal? Er ekki Jón Gunnar Gerdal? Þetta er eitthvað samspil. Já, þetta er eitthvað samspilstöfrar. Já, ég held að sko að grunnurinn af frösunum það var held í mikil samvera Jóns Gunnars Geirdal og Péturs Jóhanns af frösunum, en náttúrulega þeir eru ekkert allir frá honum, þú veist, en ég held að svona að feelingurinn sé þaðan, sko. Það er maður með ADHD. Þið hefur nú unnið saman. Já, töluvert, En sko að því, við erum að tala Brján og hvort það sé byggður á einhverju leiti lauslega á einhverjum öðrum karakter eða eitthvað. Ég ætla samt, þó að þau voru ósamlega, ég skil gátt, hann passar náttúrulega bara fullkomlega inn í þetta hlutverk, Já, klart. Hann er ekki að spila fótbolmanager á daginn. Nei. Og það gerir samt að geta lúser. Nei, hann er líka, hann er náttúrulega bara fyndin gaur, skilur, bara fyndin típa. Þú veist, allir þeir sem eru með krullur, í alvöru, þú hefur smá komist forskot. Algjörlega, sko, og það er það sem að svona róaði mig við munin á afturheldningu og þessu, þannig að Ingvar sem að ég bara hrættu við að horfa á, skiluru, og svo Dóri Gylfa. Já. Akkurat. Ég held að það sé kannski stærsti munur. Já, en eins og ég segi, við erum að hvort það sé eitthvað byggt lauslega á raunveruleikanum og annað, sko, það var áhugavert að sjá, ég held að það verið í dag eða gær, hvort sem það var, í kjölfar þess að KR laut í gras fyrir ívið sterkari Víkingum þann daginn. Ég var á leiknum. Já. Sem KR-ingur, ég er náttúrulega líka KR-ingur. Segðu. Ég er það einnig, ég var ekki að leiknum blessunarlega, en sko í kjölfari fylgdi einhver stuðningsmannapóstur sem var einhverjar 800 línur bara og ég hugsaði bara, þú veist, þetta er bara alveg eins og köttar að spila í KR, sko. Þannig að þú veist það þarf ekki að sækja vatni við lækin í handritskrifunum með margt af þessu. Nei, ég fór í köttarspjalli, sko, til að fá inspo og svona og við fórum á leik saman.
ég náttúrulega, þú veist, er ekki þróttari eða þú veist, en ég bý samt í Laugardalnum þannig að ætli ég sé ekki þróttari ef að strákurinn mér fyrir að fótbolta eitthvað og ég fekk líka túr þróttaraheimilið frá Maríu, já, sem að og það var líka svo mikið inspo, þetta svo mikið hark þetta bara oh my god, sko, ég tek ofana fyrir þessu fólki sem að stýra þessu og líka sjá munin á bara kalla kvennaklefunum líka, þú veist, bara cashflowið í kallaklefunum skiluru og umgengnin, ég tala nú ekki það og svo kvennaklefunum það sem bara geði eitthvað líkt og bara bara blauti sokkar út allt í kalla, og María sagði líka svo geggjaða setningu við mig, hún sagði þegar fullt af krökkum á æfingun alltaf bara og eitthvað svona og hún sagði eitthvað svona, þú veist, yngri flokkastar væri ekkit máli að væri ekki fyrir foreldra. Já, er það ekki? Já, það er ilmur í þættinum eitthvað. Jú, meðalans, jú. Við fengum ekki mikið að kennast henni fyrsta þetta en ég svona sé alveg ykkur ég á að búast. Nei, ok. Akkurat. Nei, þetta er alveg og sko þess vegna einmitt þess að þú segir sko með þessi spjöld, það er sko Brjánn er víða sko, þú veist, það er þessi típa sem að telur sér allt vita hvernig best sé að reka klúbbinn hans og stundum hugsa svona bara hvernig þú myndir bara reka þetta í líf sko, þú veist, þetta er bara ansi víða, og það er auðvelt að sjá fyrirmyndir, ég held að verði margir kallaði Brjánn eftir þessa seríu sko. Og þetta er líka bara sko, þú veist, þetta gengur ekki nema hjarta fólks slái fyrir liðið. Já, akkurat. Þetta er eins og, nú er ég frá Grenivík og það er Magni Grenivík og þú veist, þar eru bara menn og bara hjarta að slær fyrir fucking liðið, sko. Félagið. Akkurat. Við vorum þegar við komist upp deild þá fyrir einhverjum árum, þá skildi að vera með stúku. Þú veist, það er ekki stúka á Grenivík, skilur og bara, menn voru bara fokk hvernig... Var ekki Þorsteinn, heitir hann ekki Þorsteinn sem Steini? Jú, það var eins og formaður sem heitir Þorsteinn og við vorum bara, hvernig leysum við þetta, þú veist, fólk má ekki koma og sitja bara í brekkunni, skiluru þannig að það var bara all hands on deck og pabbi minni smiður og hann fór þetta upp þér og það var bara byggður einhver pall, svo voru selt sæti og gast keypt, og pabbi minn keypti skilur 3 sæti og aftan á einu og það eru við börnin aftan á einu sætin er Karin Björg og Birna Eyfjörð og Friðrik Ingi og það er stórt, þannig var þetta fjármagna. Þú ert sæti á Magnar leikvangi Magna og Grenivík. Það situr einhver á mér á hverjum einasta leik. Það er rosalegt maður. Karin, þú varst harðirtari við það að tala Grenivík. Já, ég heyrði það. Ég kom inn að það alveg skemmtilegt. Já, mjög gott. Sko, það var líka eitt atrið sem ég fann svo óheyrilega fyndið þegar hann er hana í vinnunni. Óli maður, djöfullan rugglar, hann er búin að skrifa ekkert smá mörg komment og svo bara hann byrjar að svara það er alveg sami gæi sko, veit alveg hvað það rugglar þetta er geðveitt stöð ég held að þetta sé svona bara eins og sé, feel good, þægilegir og skemmtilegir þættir sko. Sólega flottir í vinnunni. Ég ætlaði að segja, þú varst ekki ánægð með hann í vinnunni. Nei, nei, akkurat, við Karin leikum náttúrulega bæði í þáttunum, en bara mér finnst við verða að koma framfæri. Já, við verðum að koma. Við vorum ekki að seilast eftir því sjálf. Við skrifum bara hlutverk og svo bara talaði Sigurinn við okkur bæði og bauð okkur að leika og við vorum sjálfsögðu til í það. Því að okkur langar bæði helst til að vera leikarar, er það ekki? Það langar ekki að vera attitúdur. Þannig að við vorum ekki eitthvað svona, finnstu, ég myndi sé þetta. Nei, já, við sko, hlutverki mitt, það var fertug kona, sko, og svo bara... Það er gengur valla upp að Karin sé sýsti Dóra Gylfa, því hún er 20 árum yngri. Það var eitthvað, nennir þú, hringdi í mig, getur þú ekki bara leikið Hrönn? Og ég var bara, hvað meinar þú? Já, mitt. Það er eitthvað, jú. Það er algjört örverfi, sko. Það er ekki bara. Já, en það er einmitt svona, mér langar ekki að segja það á hana þegar það er svo mikið press og allt það, en það var einhver office stemning í þessu sem ég var ekki búin að festa fingurna almennilega, en það er eitt aðeins náttúrulega, handritshöfundirnar í líka leika. Já, akkurat. En þið voru að tala um það. Þeir eru aðalhlutverkin þar, nema náttúrulega stóri gæinn, hann leikur ekki office.
hann Stephen Merchant, Já. hann kemur bara aðeins inn sem stóri vinurinn. Já, þú ert að tala um breska. Já. Ég fannst þér í bandaríska, sko. Já. En breska geitin, sko. Hver handritshöfundur í bandaríska? Ungi gæinn sem að Já, BJ Novak. býtur og stórt í sig Já. og líka hún Mindy Kaling. akkurat. Segðu mig karakterina, hvað heit það? Það Ryan. Ryan started the fire. Já, sem að kemur og fer. Já. Óþólandi, akkurat. Já, kemur sem típa. Já. Og hver Og konan? Mindy Kaling, hún frá, Indlandi eða eitthvað. Já, Hún var í akkurat. Markaðs. Hvað heitir hún aftur, sem er með honum Þau voru kærustupar í þáttunum. Já, akkurat, ég er það rétt, já, nákvæmlega, já. Akkurat það. En þið komið aðeins inn á hann, sko, varandi Við erum kannski kærustu bara í síðu 2. Ég er þetta svo ósjarmerandi þarna. Við sjáum til. Já, við sjáum það. Þú ert líka svo leiðilegur í þáttunum. Ég er að segja það, sko, rosa ósjarmerandi. Ég er nefnilega að spila þennan leik. Já, við komum aðeins inn á hann, sko, varandi það, þú veist, það væri skrítið öðru sér fyrir því að sleppa höndunum alveg. Þið eru náttúrulega á svæðinu þarna. Þið eru alveg hands off hvað leikstjórn var þar. Sko, nei, mér varst það ekki nefnilega. Mér varst ég skipta mig mjög mikið af þegar ég var að leika, sko. Og þessa daga, já. Og ég Sigurjón man bara vildi það eiginlega. Já. Og bara Siggi Sigurjóns, þú veist, hann átti samtal, þú veist, auðvitað langar leikur að kynnast karakterunum sínum eins mikið og þau geta, skiluru, og hann átti bara gott spjall við mig, skiluru, og við vorum að tala um að hans karakter væri, þú veist, föður ímyndin sem að Brjánn hafði aldrei, að því að pabbi hans var löngu dáinn, skiluru, og eitthvað svona, hann var já, einmitt. Já, þá er ég alveg á réttri línu með þetta, skiluru. Akkurat. Já, og það var líka fullt af einhverjum svona setningum sem maður umorðað og lét umorða, þú veist það, því maður var bara handritshöfundur á setti, þú veist, bara og að leika, þannig að svona bara segjum þetta frekar svona, eitthvað svoleiðis, sko. Svo má maður heldur ekki vera sári á fólk, þú veist, ég bara guðan á bænum, segðu þetta eins og þér finnst þægilegt að segja þetta, skilur bara orður ekki heilug hér, sko. Og það er oft bara skemmtilega hvað leikarar koma með til borðsins heldur en maður er eitthvað búin að sjá fyrir sér, sko. Hver ákveður leikarana sem er í svona serju? Sigurjón ákveður þetta þarna, sko. Já, það er ekki allur gangur á því, það er ofta eitthvað svona castingfyrirtæki og eitthvað. Directors, já. Ég held að það sé bara að fara svolítið eftir umfangi seríana, sko. Auðvitað að fá steinda í seríu stöð 2. Já, ég ætla að bara segja, þú veist, það er ég er ánægð líka með Steindir svona smá öðru í sér, en hann er alltaf Steindir sko. en grjótharði við bróða sinn hann. Já, heldur betur. Ég það var kannski aðeins og gróður. Aðeins og harður. Steindir er frábær í þessu hlutverki og ég myndi segja hann skili því alveg nákvæmlega eins og ég sá það fyrir mér að því ég var engan veginn, sá hann aldrei fyrir mér í þessu hlutverki, sko. Nei. Það var bara svona, þú veist, og ég sá bara, það eru eiginlega fáir leikara sem eru svipaður, ég sá það fyrir mig þegar ég skrifaði þetta eiginlega. Kannski mamma Brjáns, Anna Kristín heitin, hún lést náttúrulega í vetur, þetta er hennar síðasta verk, sko. Og ég myndi segja, hún sé nú nokkuð eins og ég sá hana fyrir mér, sko. Já, einmitt. En það er líka bara gaman þegar leikstjóri tekur þetta svona í alltara átt, sko. Ég sá einmitt karakterin sem ég leik fyrir mig sem sköllóttan, sko. Já, að vinna hár. Já, akkurat. Vinna með hár. Já, þetta er mjög skemmtilegt og gaman einmitt, með þessu auðvitað. Þetta er bara svona eiga auðvitað verkefni að vera, þú veist, með því að fá aðra, þú veist, marga að borðinu að þú veist, ef einhver stýrir öllu frá A til Ö, þá vantar kannski ofta einhverja dýtt og fjölbreytileika í þetta. Það er líka alveg fallbyssur sem eru ekki í stór, alveg með fyrsta þáttin, Þórhallur Davíð bara í nokkra sekundur, það er enda fárlega góður í nokkra sekundur, svo sé ég að kóngurinn Hilmi Snæra aftur að mæta. Akkurat. Spennandi verk. Já, ég alls ekki stóra hlutverki, en til þýðinga miklu, en ekki marga línur, sko. Þannig að það er, það er alveg munstraðir ótrúlegustu menn og konur hérna í svona hina ýmsu stærðara hlutverkum, sko. Já, er þetta hárgreiðslu fyrir þig? Já, þetta er hárvörur, já. Þetta er heildsala. Já. Brjánn, ef þetta er fjölskyldu fyrir þig hans Brjáns. Já, þetta fara staðar. Nei. Steir, sólega vonað. Ég er klár. Flott. Nei, já, ég finn alltaf smá til með leikurum sem eru bara stutt í svona þáttum, bara inn og út. Siggi Sigurjóns bara dáinn jafn óðum. Já, einmitt. Já, það er ljótt að drepa Sigga, sko. Já, hann hefur hugsað eitthvað þegjandi þörfuna hana. Já.
Við erum með flashback-senur í seríu 2. Hvað voru þessi þættir lengi í tökum? Það var lengi, ekki, já. Það var alveg frekar lengi með við æskæs allavega. Það var mánuður, sko. Já, mánuðin í ágústin í september. Það ekki? Já, er það langur tími í... Það er búið að svipað bara fyrir 6:30. Já. Og við skrifum þetta á svona hálfu ári. Það ekki, eitthvað slags. Já, allt í allt. Þetta er rosalega einföldun og þægilegt við þetta, það er ekki mörg location. Þú veist, þetta er þróttarheimili, þetta er heilsalan, þetta er heima hjá Brjáni, þannig að það sparar hellingspening. Eru þið 2 saman í herbyggi þegar þú skrifa handritið? Já og nei, sko, við vorum heima hjá Karen, því að hún var náttúrulega bara leikskólamáli í Reykjavík eru með þeim hætti að hann Guðmundur litli var heima hjá sér. Sem er 8 ára eða eitthvað? Já, hann er 13. Nei, þannig að þegar hann lagði sig, þá laumaðist ég inn og ég var lörkandi fyrir utan og við komum nú bara var það svolítið mikið þannig að Karen gaf mér kaffi og ég stóð svolítið mikið út á gólfi og gassaði mikið og hún reyndist að hafa heimil á mér, sko. Þannig er sennilega þetta með ADHD eða kannski eitthvað til í... Já, mögulega. Við vorum saman í outlineinu, bara þegar við vorum bara með vördskjali opið að skrifa bara hvað þetta gerist í hverjum þætti og eitthvað svona. Svo fórum við í sikkert tónni, þú veist, ég skrifaði fyrsta þátt og hann skrifaði hana þátt og eitthvað svona. Já, skrifum út annað hvert þátt bara, eða svona sirka. Ég var að horfa og ég vissi ekkert hvað ég hefði skrifað. Ég var alveg búin að tapa, þannig að það er gott, sko. Það er gott að það sé ekki svona augljóst hver skrifaði hvað, sko. Þannig að við vinnum þetta þannig og það er bara fínt, sko. Þú veist, finnst mér. Mér finnst það svolítið þægilegt bara að gera þannig. Það er pínu erfitt þegar maður er með actualt handrita forritið opið að vera margir. Já, það er eiginlega vonulust bara. Já. Þannig að við svona unnum þetta þannig og bara, og svo bara var hún, eins og ég hef sagt að mér leiðst út eins og ég væri í hópverkefni í MS, sko. Því að Karen er samviskusamari heldur en ég og Ég voru með deadline. Ekki með jafn mikla frestunar þannig að þetta var svona, heyrðu, ég er búinn með mitt þú veist bara, við erum að skila núna eftir byrjaði kannski 2 vikur, ég svona, svo bara, það eru 5 dagar, þú veist, þetta er svona alls konar svona, sko, En, sko, það sem að Sóli hefur fram með mig er að það þekki hann allir, það er enginn að efast hans hæfileika. Ég þekkti Sigurjón Kjartason ekki neitt og Erling Jack ekki neitt, þannig ég vildi standa mig. Já, kannski er það. Nú eru slakari, nú það ég fara að reyka eftir það er kokki, sko. Nei, einmitt. Ég náttúrulega er með allt og mikið álit á mér alltaf, sko. Ég hef alltaf engan óttast ekkert, ég bara skrifa, sendi þetta fram og ég segi bara, ef fólk fílar þetta ekki, þá skipta það mikið máli. Ég bara ég get ekkert gert, þetta er það sem ég er að selja, viltu kaupa það ekki? Já. Hann er það í öllu. Sýnist þetta flestir á hann og keypt með á Jóla Hólmi. Það er bara sem ég er að bjóða. Já. Og fólk velur að hérna hvort að fílið það. Já. En Birkir, nema þú viljir bæta einhverju við, þá held ég að hvernig þennan kapla? Já, kannski helst bara halda sér Laugardalum. Þú varst á Káleiknum í gær, varst á Þróttaravellinum á... Nei, ég var hjá í Dockson. Varst í Dockson? Já, á Laugardaginn. Önnur ástæður hafa sér áskut á sín? Já, og ég bara gleypti í mig vonbreiðin þar, sko. En þetta er náttúrulega ekki enga veginn búið okkur Þróttarum, sko. Við höfum alveg vonandi 3 leiki eftir, sko. Og förum alla leið. Líka, þeir eru ekki með einn útlending, held ég? Og þetta er allt bara... Já. Þetta er bara rosalega, þetta er fallegt projekt sem á skilið að fara alla leið. Það er bara þannig. Og svo erum við með Hans Sævar Sævarsson sem er uppalinn Þróttari. Einmitt. Eða frá svona 10 ára aldri og Þróttara legend bara. Já, og Jens, já. Já, Hans og Jens bara auðvitað, þannig að við eigum bara skilið að fara alla leið. Já, og Venni Glæsilu þjálfari. Já. En við Þróttarar fókusum mest á Hansa. Já, það er fókus svona, já. En Venni er ágætur. Já, Venni, ég held að Venni sé líka alveg sama. Hann er svo slagur, sko. Hann er ekkert að pyrra sig því að Hansi fóði aðteklina. Já, óskum sig að skristir hann mikið. Já, algjörlega. Þeir voru bara góðir, rosa þéttir. Já. Karen, þeir voru það. Ekki. Jú. Karen, ert þú eitthvað í bestu deildinni? Er það bara Magni Grenivík? Ég horfi voða lítið á fótbolta því miður. Já, hefur þú átt samt leikið, ekki?
Jú, Þú ert ég með var að KSÍ-feril. Já, Já. einmitt. Ég var að æfa með, ég var að æfa með Magna náttúrulega og svo, þú veist, vorum við bara eitthvað 4 eða eitthvað eftir. Þannig að foreldrar okkar fóru að skipta þá að keyra okkur inn á Akureyri og æfa með K. Svo æfði ég eitthvað smá með, þú veist, Þór Káa þegar þetta saminaðist, skilur já. En svo fikk ég brjósklós 16 ára og notaði það bara sem svona escape card Exit, já. til þess að fara bara frekar að djamma í mennskóla. Já, svo þú leikið með Káa í quiz líka. Já, einmitt. Þú fórst kannski ekki allarlega eins og Sóli. Nei, það ekki öllum fært. Viktoría sló mig út. Já, einmitt, hún fór alla leið. Vá, Já. þetta heimili maður. Já, þetta ótrúlega heimili maður. Fyrstu hjónin. Björn Bragi var svo reiður við mig að því að eftir á þá hefðu ég og Magni alveg geta verið Magni. Já. Af því að ég sko vissi það ekki en hann söng eitthvað stuðningslag fyrir Magna og eitthvað. Í alvöru? Það hefur verið geðveikt. Já, það hefur verið svo frábært en Karen og Magni frá Magna. Já. Wow. En pressan við að detta út hefði verið skelfileg. Já. Eða sko hún hefði orðið óbærileg við að koma. Það var ég ekki ennþá farin á Víkina sko. Sorry, talað handriðsnild. Magni sér eitt í Eskars, það helviti fyndið þetta. Já. Já. Já, nú hvað bestu deildina og var svona alltilega veltaði upp hvort að Káar ætti ekki bara skópla Óskari og ráða Brján. Já, mætti skoða það. Já, þeir eru álíka þrjóskir. Nei, ég sem sko svona hálfu káaringur hef ennþá trú á Óskari. Ég held að hann sé rétti maðurinn og muni finna sinn tón. En ég náttúrulega ekki sko, þú veist, þetta kannski, ég finna samt alveg að inn á öllum vesturbæjarsíðum þessi mikla þolinmæði sem hefur verið allt sumar. Það var eitthvað sem gerðist í gær sko. Það er bara þannig að tapa 7-0 á heimavelli. Ég finna að það er farið að hitna verulega í kolunum og hann er líka sjálfur, við sáum hann bara strax í viðtalinu í gæra, hann er ekkit vitlaus sko, hann átti að segja á því bara nú þarf að múra. Já. Þetta er ekki sammála? Já. Múra bara. Já, nei. Múra fyrir þetta. Já, nei, ég er algjörlega sammála því að Óskar sé rétti mann starfi og honum til sko hross má segja það að það hefur aldrei verið skemmtilega með þetta á káarleikja, minnst það kosti ekki fjölda mörg ár. Nei, svo er þetta svo grillað að sko þegar maður stóðan og horfði, þú veist, fyrstu bara mínútuna áður en að Víkingsmarki kemur, þá hugsa maður bara, þeir eru betri, þeir eru að spila miklu betur, þeir eru bara betri, en svo bara hver einasta skyndisókn enda með marki sko. Þetta er svona Þetta er alveg bara, já, þetta er fáránlegt að horfa á þetta lið. Já, þeir eru að spila góðan bolta. Já, þeir spila góðan bolta en það vantar bara að spila hann á sínum eiginvallarhelmingi, sko. Þetta er bara, já. Aðeins að finnbúsa þetta. Já. Dænot. Birkir, þú byrðið vel þessa dagana? Já, ég er að fara, ég býð helviti við. Ertu að tala um Dænot gjafabreiðið mitt? Já. Já, ég fekk það í... Þú situr á því eins og ormur á gulli. Já, ég átti það bara inni. Ég fekk það í útskiptagjöfum daginn, 20 skrona gjafabreið. Og, ég fór á Dynot.is bara, hvaða staðir er þetta sem eru með Dynot gjafabréf? Það er ekki nema einhverju 17.800 staðir sem að taka á móti þeim, sko. Þannig að þetta er basically bara allir veitingastæðirnir sem vilja taka marka sér eru að inni og ég sendi á konuna, ég sendi inn einhvern 5-6 shortlista og hún má velja við hún er 7 ára sambandsamali á föstudaginn. Þannig að maður þarf að degra við konuna og Dynot hjálpa mér. Já, til hamingju með það. Já, takk. Er þetta 7 ára Dynot sambandsamali? Þetta er það. Ég held ángrís fyrir 7 ára síðan þegar ég panta bóla Dynot fyrir okkur, sko. Já. Hard Rock. Já. Í amstri hversdagsins. Þá er náttúrulegt að skella sér á Hard Rock. Já, það er þá. Ég er svo spenntur, sko, fyrir því að fyrsta lagi bara langar mig að hvetja sérstaklega ungt fólk sem er að hlusta á okkur eða bara alla sem er að hlusta á okkur að er að fara að gera eitthvað glaðan dag að fara niður í bæ, þá held ég að sé ekki til betri staðar að byrja á heldur en Hard Rock. Fá sér eitt burger og burgertúr, fá sér nokkra kalda, góð þjónustaðna, gott útsinni og þið sjáuði líka helstu raðirnar og fleira, þið sjáuði þegar bærin fyrir að fyllast af fólki og þá getið annarkvort bóðið fólki inn til ykkar eða fara að mála bæðin rauðan, sko. Já, mér langar að tala að því við fórum að daginn og mér finnst svo gott að setjast niður hana. Þú fær alltaf góðan mat. Sammála. Þú fær alltaf mjög góðan mat. Þetta eru stórir, vel útilátnir hamborgarar, góða franskar, þjónustan upp á 10 og ég fór síðast, held ég, í Barcelona. Þú veist í Barcelona. Og mér langar, ég hafa haft augastað núna á New York í svolítinn tíma. Já. Ég ætla að hann næstan. Það var spennandi. Já, ég kemur skýrslu um það.
En það eru þetta Höstrand, Já. Sjöstrand, ný nöfn, ný hilki, sama góða kaffið. Sama gamla góða kaffið. Auðvitað, já, sko, hún hefur mælst mjög vel fyrir nýja vörulínu. Já, hún hefur gert það. Og Yumi Lungo. Yumi Lungo. Það er mitt bragð í dag. Já, menn að tala um að hún sé rosaleg, sko. Ég hef ekki smakkað hann þetta, þú ert hrifin af henni. Já, ég keypti það þegar. Þannig að, jú, þetta er auðvitað bara besta kaffið og Svo er líka 15% afsláttur. Já, með CAD, já, en ef þið er ekki með, ef fyrirtæki er ekki með þetta. Einmitt. Þá myndi ég alveg fara að knippa í mannustjóran. Ég myndi alveg knýja á dyr hjá mannustjóranum og segja, herðu sælir. Ekki bara kaffi, líka bara eins og segja kaffi vélarnar líka. Viljum við láta gott á okkur leiða? Viljum við drekka gott kaffi? Við erum með eitthvað saka sjálfbarnitemi, en svo erum við með, einmitt, það er frábærpunktur. Bannalega, næsta sem við ætlum að ræða. Já. Sko, góður. Takk. Nú er bannalega að koma út í næsta mánuði, þið tóku bæði þátt. Er það ekki svona? Jú, ég var í fyrra, en ekki núna. Nei. Ég var í úrslitaþættinum mér að fyrra. Já, skulum ekki gleyma því. Fór í finalin. En Karin, byrjum á þér, þú varst að taka þátt núna á dögunum. Hvernig gekk þetta? Edrú náttúrulega. Já, ég var edrú sem var tölvöld erfiðara. Þetta var mjög skemmtilegt, þetta er náttúrulega rosalega grillað dæmi, sko. Hrikalegt format, ég sárf orkinni ykkur. Já, en það var ótrúlega góð matur og það var nóg fyrir að mæta bara fyrir matinn, sko. Nei, þetta var mjög skrítið og ég held að, sko, einhvern veginn, mitt markmið var ekki að hlæja ekki, af því að ég var einhvern veginn bara að hugsa sem áhorfandi og ég var að horfa á mig í þessum þætti og þetta er bara einhver gælla sem enginn veit hver er, hún bara læri ekki neitt djöðlítur, hún var leiðileg maður. Þannig að ég var alveg, ég fer alltaf inn í svona þætti og líka eins og quiz og eitthvað svona, ég ætla ekki að reyna að vinna, sko, ég ætla frekar að reyna að vera sjarmirandi einhvern veginn. Þó það sé oft tapa stríð líka en þetta var mjög grillað og þetta eru 85 mínútur sem eru teknar upp og svo er bara best bits klift niður, þannig að stemmingin var mjög súr á köflum, sko, eins og ég sjá í trailernum þá er Aron Móla hálfnakin og svona, já, Fannar byrja að reykja inni sko, þetta er rauðvíni þannig að þetta var mjög sprautlegt. Þetta er sko. Einn af þessum þáttum sem að maður fer í og þið líður ekki vel. Nei. Þetta er bara, ég er bara rosa ánægður að vera búinn að fara þarna, sko. Ég skil ekki þeim sem að mættu aftur í seríuna núna, sko. Þú veist, að því að þetta er bara, þetta er einmitt eins og þú segir, sko, það er ógeðslega erfitt að vera einhvern veginn, sko, þú veist, það má ekki hlæja þér. Nei. Og það er bara mitt bensín til að ég sé fyndin, þú veist, en svona þetta er alveg gaman þegar maður næra að láta fólk springa, skiljiði, en einhvern veginn, ég líka að þetta var ekki, sko, ég held að það hefði mögulega verið þægilega að koma inn í aðra seríu því þetta var við sem ekkert hvaða koncept var í gangi þegar við vorum þarna fyrst, sko, þegar maður mætti þarna, sko, en þetta er bara, þú veist, þetta er bara hræðilegt að vera í þessum þætti. Það er bara hræðilegt og mér líður ekki vel. Við ákveðum bara sem hópur, skilurðu, bara ég, Benni, Fannar, Aron og Eva Laufi, við ákveðum bara áður en þetta byrjaði að við ætlum að gefa fólki góðan þátt, skilurðu, og forrétturinn var þannig, hann var feel good og mentlóu og eitthvað svona, síðan er kötta og hver og einn fer í viðtal til auðta, skilurðu, og hann rugglaði svo í okkur, hann var bara, veistu það, Karin, þú ert að vinna, þú veist, eitthvað svona, og þá mæti maður í aðréttin, allir búin að drekka aðeins meira og það fór bara í algjört rugl. Það er líka, blöðnar að hrist upp í, sko, en hrist upp í svona því, sko, þetta bókald er bara eitthvað kjaftaði, sko. Þetta er eitthvað þetta er bara blöðar með bjór, bara hlæjandi, sko. Þetta er ekkert eitthvað vísindalegt bókald, sko. Þetta er bara að vera að velja það sem að haldið að vera skemmtulegur og loka þetta. Þetta er ekkert annað, sko. Alltaf þegar sitt baksins blöðar með kalda. Já, bara flissandi eitthvað annað. Þetta er bara, ég held að þessi þættir mælist vel fyrir og fólk hefur gaman að þessu, en það er hræðilt að vera í þessum þætti. Það er bara ekki gott, sko. Þetta er bannað einhverju 12 eða eitthvað. Jú, það var reyndar það er svepp að kenna, sko. Já, sko, en það var svolítið gott samt, að því að Já, sveppu vorum að skrifa orra óstöðandi þegar þetta var. Já, það. Í tökunum kom það bara fram að þú veist, það ætti að bara berjast fyrir því að þetta er bannað börnum undir 12, að því að
að því að í svona matabóði, þú veist, þú veist, það bara, við vitum bara hvernig við tölum þegar við hittum vin okkar og erum að, þú veist, borða mat og drekka, sko. Já, þú getur verið gróður. Já, það geta allir held ég, sko. Þannig að, þó maður sé náttúrulega að passa sig fyrir frá myndavéla, sko. Og svo það líka, mér hugnast aldrei það að vera að drekka í sjónvarpi, sko. Ég hef aldrei fílað það eitthvað neginn, sko. Nei. En svo fer maður bara einhvern gýr svona, fuck, það allir að gera þetta, maður. Og það var sérstaklega í lokaþættunum, þá leiði ég mér að drekka miklu meira. Já. En það svo sem að vera ekki eitthvað fullur, sko. En maður svona, þú veist... Hvernig var gameplanið þitt í lokaþættunum? Það aldrei neitt gameplan, ég bara mæti, þú veist. Það bara þannig í lífi mínu. Ég ekki með gameplan. Ég bara mæti og geri. Það ekki veikleiki eða eitthvað sem sást, einhver sem, ég læt hann að hlæja. Jú, Hjörvar náttúrulega, af því að ég veit alveg hann er svo veikur fyrir ákveðnum eftirhermum, sko. Þannig að, jú, það var alveg, og líka því að hann er líka svo auðvitað með að hlæja ekki. Þess vegna finnst mér að maður hafði að fá meiri stig fyrir að láta hann hlæja. Svo er líka nýtt format í þessari seríu, sko, það er róst. Það er komið með púlt. Þú fer fyrirfram, sko, hvernig þú átt að rósta, ferð upp við púlt, en samt bara 5 að hlusta, eða 4 að hlusta þau, og þú talar einhvern veginn eins og þú sért að ávarpa hörpuna, skilurðu, og það má ekki hlæja þér, og þeir eru helst ekki, sko, hekla, þú veist, ekki skjóta inn í og eitthvað svona, já. Það er líka bara, róst er bara ekki góð hugmynd, sko, í svona yfir höfuð, af því að þetta svo ógeðslega vandmeðfarið. Þú veist, það er bara, þú veist, þú þarft bara að vera atvinnumaður í gríni til að kunna rósta, því að kunstin við að rósta er náttúrulega að sá sem að verið að rósta finnst það fyndið, sko. Það er svo rosalega auðvelt að vera bara grófur. Það er ekkit fyndið að vera grófur. Það er ógeðslega auðvelt að vera grófur, því þú ert bara sjokkar af fólk. Það er ekki hlæja því finnst það fyndið, það er hlæja því að það er að hugsa, sagði hann í alvöru, skiljið, þú veist. Þannig að þú verður að, róst er bara ekki nema fyrir atvinnumenn, segi ég, sko. Þannig að mér finnst þetta mjög djarft að vera etja alls konar fólki í þetta. Þetta er ekki alltaf atvinnugrínista sem eru mættir hérna, sko. Þú sagði einu sinni við mig fyrir sko mörgum árum að vera grófur er eins og að vera slegin, mér fannst það að hafa sagt slegin með titlingi utanundir eða slegin bara vantar ekki titlingi ég veit ekki heyrðu Karen ég efast ég hafi sagt þetta var ég fullur, ringdi ég fullur í því vera slegin með slegin utanundir bara ekki með titlingi Þetta er bara hvað er hausinn og þér komin eiginlega líka ákveð ættar að segja slegin með titlingi ok, kláraði samt hvað ég hafa sagt sko. ok, tökum titlingi út úr þessu sko. því að vera sjokkirandi er eins og að vera slegin utarandir að því oftar sem það er gert við þig þá hættir að finna fyrir já, akkurat, nákvæmlega þessi einhverju sjög já, akkurat, það er ekki séns ég að þess að titlinga þetta unni sko að því, ég skal útskýra hvað ég var að meina en eins og ég segi, það var ekki titlingur þarna í þessari sögu þú varst í forstofunni heima og þú svona skildi mig eftir með þessi orð kannski sagði það, ok jú, kannski sagði ég veit ekki, ég hef það verið búin með marga kaffibólla hana, en sko Guðmundur hefur ekki verið vaknaður Nei, þetta er áður en Guðmundur fæðist, þetta er í Stakkholti þetta er í bjóð í Stakkholti Já, jú, þá get ég mögulega sagt þetta Nei, sko, málið er að þetta er bara, pælingin er allavega þessi að þú veist, að ef einhver segir eitthvað gróft aftur og aftur, þá færðu bara að leiða því en þegar þú ert til dæmis með einhver grínista sem er ekkert grófur og svo segir hann titlingur það er málið svo segir orðið þegar þú segir titlingur einu sinni skilurðu og það er já, nú man ég hvað ég hef sagt en gott að þú munir þetta svona og sért örugglega búin að segja það fullt af fólk það er það sem að nú man ég nákvæmlega hvað ég sagði Þetta er einmitt, já, það er þannig ef þú ert ekkert grófur eins og segir bara titlingur, þá er það fyndið en ef þú er búin að segja titlingur allan tíman, þá er það ekki fyndið Þarna er þetta, við erum komið með ég hef örugglega sagt titlingur í fóstónu ég get lofaði því, það er rétt við erum búin að komast til boss í þessu máli titlingur maður
Þetta var frábært, takkar Þetta er svolítið rosalegt, sko. Ég náttúrulega bara alltaf að bulla eitthvað og segja eitthvað við fólk. Nei, og Þú Sóli, manu það? ég veit það, og ég oft að segja ekki, ég man svo þegar þú sagðir, og Sóli segir oft bara, hvað sagði ég? Já. Af því að hann tekur enga ábyrgð Nei. því sem hann segir og hann man ekkert hvað hann Man segir. ekki hvað ég segi, sko. Nei. Og ég var ofta að hitta fólk sem ég manni, þú sagði einhvern tíma við mig og það er ekkit endilega eitthvað svona titlingadæmi, sko, bara alls konar. Og ég var svona, já, oft svo frekar gálega hlutir, sko. En ég bara, man ekki eftir að hafa Nei. sagt það, sko. Því þetta vellur bara upp. Það vellur bara upp. Já. Það er svoleiðis. Herru, okkur langar aðeins að ræða því við erum nú með handritsöfundun á skaupun í ár og við erum með eitt sem er með svarta belti að skrifa skaupi. Hvað eru skrifað oft, Sóli? Aldrei. Nei, þú leikið þið oft. Já, ég leiki það oft. Ég hef sko aldrei geta gert það. Þú veist, það er búið að byggja mig það undanferðin ár. Ok. En að það er eftir að ég byrja með Jólahólm. Já. Og það bara er allt og nálægt Já. hvort öðru og þú veist... Er ekki búið að vinna alla vinnuna eitthvað? Jú, en ef ég er að skrifa, segjum ég fæ hugmynd og brandara fyrir skaupið, Já. þá hugsa ég á ekki frekar að nota hann í Jólahólm. Já. Ég er að meina það. Já, Þetta er já, ekki já. tímaður dæmi. Þetta er Já. bara, og það er bara ósangjart bæði gagnvart báðum aðilum. Já. Þannig að hérna, og þú veist, og svo kannski kemur Karen með eitthvað brandara og ég er pirraður bara, fuck, hvað fætti ekki þessu brandara það getur notað hann í Jólahólm, skilji, eitthvað svoleiði, sko. Þú veist, þannig að hérna, þetta bara á ekki saman. Þannig að Nei. meðan ég er með Jólahólm get ég ekki tekið þátt í því að skrifa skaupið, en ég get alltaf leikið, skilji, en ég hef leikið held í einhverjum 4-5 áramótaskaupum. Já, við erum með það að skrifa. Eitthvað svoleiðis, já. Glæsilega hópu, Karin, svo með Jón Jónsson sem var hjá okkur líka síðast, líklega auðvelt já eða hvað. Já, alltaf að skrifa sketsi bara eins og frí fyrir heilan, sko. Það er bara tvær blásíður Rosa auðvelt. og hérna bara og þetta er líka, ég skrifaði 2023 líka Já. og hérna það var svo mikil skóli, það er gaman að fá þetta að gigga aftur, sko, af því að hérna þetta er svo sérstakar aðstæður sem fólk horfir á þetta við, sko, fullt af fólki við sama sjónvarpið og læti og fyllir í og það er hérna maður svona, það sem er svona mitt helsta veganest er bara, hérna, bara we get it, næsta skets, bara, þú veist, Já. bara, hérna, let's go. Akkurat. Er Það ekki hefur líka- oft verið já. tend þess að sketsa verða og langir. Já. Já, finnst ég mér, sammála því. og það er held ég líka bara því að sko RÚV er að borga bara lúsar verð fyrir áramótaskaupið Já. og já, Já. það er bara, ég held að upphæðin hafi ekki hækkað í einhver 15 ár Nei. og það er skammalegt og það verður til þess að framleiðslukostnaðurinn eru auðvitað minni þegar því sem sketsarnir eru færri Já. og það held ég hefði ómeðvitað orðið til þess að einhverju sketsar hafa orðið allt og langir og mér finnst að pínu hafa verið lenska í sumunskaupum að þeir séu allt og langir, sko. En sumir hafa einmitt orðið góðir að þeir eru langir. Já. Þú veist, eins og til dæmis leikskólasketsin sem þú skrifaðir. Já. Hann var frábær. Já, Hann var með besti fóstbræðrum. sketsin. Já, með Já, fóstbræðrum. já. Hann var langur, en hann var mjög góður. Já, það var, hérna, það var ekkert, þú veist, jú, ég fekk þessa hugmynd bara, svona minn komst ekki inn í leikskóla, sko, en það var ekkert eitthvað mikið í handritum sem að stóð eftir þegar allt þetta fólk var komið saman hann Nei, inn í leikskóla, þú veist. Þú skrifaðir ekki að hann væri að taka spún Nei, rýðingu í þau átt að vera í Já, sleik já, já. og svo kom bara, hérna, Ben Erlings, er ekki miklu fyndar að við séum að ríða? Og við bara, jú, viljið ríða? Helga bara, komdu hérna og ríddu mér! Bara Já, legend, ég hef sko. verið helviti mikið klasa þegar þetta sköpar. Já, þetta er ógeðslega fyndið atriði. Alveg geðvikt, sko. Maður veltir líka fyrir sig, sko, því vorum með Arnar Gullusin daginn og hann talaði með hann með 400 landstælar á bakinu. Þegar þú gerir áramótasköp, þá ertu við 400 handritshöfund á bakinu sem hefði gert það miklu betur en þú. Já. Og bara, en svo er allir búin að gleyma þessu 3. janúar, sko. Já. Ég held að það sé nefnilega málið á og að sko ef ég myndi skrifa skaup ég myndi ekki fara á netið að sjá hvað fólki finnst Nei. af því að þú munt finna bæði Já. þú munt finna einhvern sem segir þessi frábært og þú munt finna einhvern sem finnst þetta versta skaup sem hann hefur nokkuð tíma Já, séð já. ég get lofa þér því að það kemur alltaf bæði og það er persónulega betra það sem ég hef lært, ef fólki er ógeðslega ánægt þá mun það segja mér að þið hitti það ég þarf ekki að leita því hvað fólki finnst og ég var bara haft þessa reglu allt sem ég geri ég leita aldrei upp á netinu hvað fólk er að segja sem ég geri mér varðar ekki það Já. þú veist að því maður veit alltaf hvernig maður sérstaklega í sko uppistandi þú veist alltaf hvernig þú stendur þig þú heyrið það bara í salnum hvernig þú standaði sko en kannski er það annað með svona efni maður veit það er kannski leitað við bara Mér finnst líka bara, ég er búin að læra það einhvern veginn að ég nenni ekki að skýta blóði yfir einhverjum verkefni sem við erum að vinna, sko. Nei, nákvæmlega Nei, vel gert. Bara, Það af er því bara þá myndi ég bara aldrei gera neitt eða þú veist, ég myndi bara Nákvæmlega. fá magasár og aldrei gera neitt Já.
Þetta líka bara það fyndilið sem að semja þetta núna. Ég held að það frekar þú sem kæri hlustandi sem þetta er bara lesing, þetta er bara fólk sem gerir sitt besta og þannig er það öll ár og einhver eru ánæðir, einhver er ekki ánæðir, áfram gakk. Það er bara þannig. Há ekki að taka þetta svona alvarlega, sko. Þetta er einhverja 40 mínútur á einu kvöldi sem að meira hlutin er blindfullur að horfa, að bíða eftir að með einhvern rókelspítu í höndinni bara til að geta fara að kveikja. Þetta er bara just another show, sko. Og ég hugsa líka þegar ég horfa á skaupið og mér finnst eitthvað ekki fyndið, það er bara, já, þetta er ekki skett fyrir mig. Skilur, þetta er fyrir einhvern annan hérna. Einmitt, það er eiginlega ekkert meira pirrandi heldur en umræður áramótaskaup. Það eru, sko, miklu verri heldur en nýlegt skaup, sko. Þú veist, þegar maður sér einhvern veginn, í alvöru, þetta skipst náttúrulega mjög oft í pólitíska flokka. Ef það er of woke, þá er hægra fólki brjálað og öfugt, skilji. Þannig að, það er ekki þetta markaði sem fólk segir áramótaskaupið, ekki neitt. Þú bara horfir á það, finnst þér eitthvað fyndið, já, og kannski finnst Karin sami skeitt sem ég hlóað ekki vera fyndin. Þetta er bara, þetta er ekki svona merkilegt, sko. Þetta er bara stemming. Það verður geggjaður. Alveg frábært. Þetta verður það besta. Málþóf og hérna. Já, málþóf. Ógæðslega langan skett sem málþóf. Geðveikt, bara copy-paste málþóf. Bara ég allt ekki svo svona. Þetta er góð botn í þá tunnu við erum að detta í sko lokaleið sem er riddaraspurningarnar. Það er sendu. Kannski nokkra snöggar Birkir sem við tökum áður dett með þær. Sko, mér langar bara, ég ætla að byrja á, eða þetta eru nokkra bara stuttar á fyrir mig að senda riddara. Karen, ertu ennþá í uppistandinu eða ertu búin að setja á hilluna? Ég er búin að setja á hilluna. Mér líður eins og bíl sem að getur ekki hægt að ryðga og það verður alltaf eftir því sem líður lengra það verður erfiðara að koma honum í gang, sko, af því að ég er að hugsa sleifi titlingi, sko. Þau þurftir þetta að fara með það upp á svið. En ég finn að þú veist, bara eins og ég var í brúðkaupum daginn og ég fekk bara svona með klæjaði, sko. Já, ég byrjaði bara að semja við að bara setja í salnum, sko. En það er ekkert endilega good sign. En ég hef alveg verið að veislustýra og það er mjög þægilegt, skilur, þá ertu náttúrulega ekki aðal, þá ertu bara eitthvað að veislustýra, skilur, og það tekur fljóta af og eitthvað svona. En kannski einhvern tímann þá byrja ég eftir með uppstand. Já, það er alltaf nóg að gera í handritskrifum, þannig að við höfum ekki ágjörða á henni Karni. Sóley, hvernig þetta er í huga að skrifa ævisögu 19 ára drengs? Herra Neytismjör, hann bara baði með það. Hann var 24 þegar þetta gerist og já, við vorum saman í Dublin að skemmta saman ásótt í Toyota, minni mig. Og þá svona vorum við að bíða eftir flugi og hann var að spurja mig þess út í það, þú skrifaðir ævisögu og ég skynjaði af hverju hann var að spurja mig. Og síðan bara svona nokkrum mánuðum setna, minni mig, þá bara spyrja hann, ef ekki bara kíla á þetta, sko. Og það var bara, það var saga sem var alveg tímabær, sko. Af því að flestar svona sögur, bara það er enda þegar að menn verða edrú. Þið sjáu bara myndir eins og Walk the Line, myndin Johnny Cash, Ray Charles. Það er myndirnar klárast þegar verða edrú. Og það er, sko, þú veist, þannig að allt, og ævisaga Gylfa heitins Ægissonar, ég skrifaði hann náttúrulega 30 árum eftir að hann var edrú, en samt, sko, það var já, minn en helmingur ævans, en samt sko allavega 3/4 tímina sem hann er að drekka, sko. Þú veist, svo er bara hlaupið yfir það sem gerist eftir það. Hún hefði verið náttúrulega að enda bara líka, sko. Þannig að já, þetta var, herra hafði frá nóg að segja, sko. Og við þetta má bæta að sko fræðarsól hans er enn að rísa og það gerir þennan kapla í lífi hans bara enn áhugaverð. En þá merkilegri, já, akkurat. Ég hefði viljað fá Sóla í Charlie Sheen, sko, ég voru að byrja að horfa það að gera, sko. Já, heyrðu, góðu þettir. Ég byrjaði að vera hann líka, já. Áhugaverð. Djúvill hann skemmtur samt maður. Man sér það bara hvernig hann er að tala, sko, hvað hann er búin að nota mikið eiturlífum, sko. Já. Ótrúlega samt, hann er búin að eitur núna í 8 ára eða eitthvað. Já. Ég held að hann þessi gaur var dáinn, sko. Já, einmitt. En hann er það ekki. Nei. Hann á lífi, hlustendur. Sko, við komum að segja áðan, ég ætlaði að fara að plugga Jóla Hólm, það er ekki hægt, það er allt uppsett hver einasta það eru reyndar að koma sunnudagur í sölu. Það er að koma 30. 7. des, 30. nóv, 7. des og 14. des er að færa í sölu. Þannig að viltu segja hvenær? Sko, ég held að sé mánaðamótin bara. Þú veist, núna næstu. Þannig að fólk getur verið tilbúið. Og já, mér sýnist að vera staðan, sko. Já, þetta er bara ég þakklátur fyrir það. Já, ég ætla bara að lefa þetta. Já, 35 sýningar, þetta er auðvitað magnað afrek. Jóli Hólm
sá ástsælasti. Hvað er þetta, 35 sýningar sem hún búin að tala saman? sem uppselda núna. Já. Það voru 39 fyrra, en ég held að verði ekki meira 38 núna. Það átti að vera 37 fyrra. En svo bara Bó var hérna nýbúinn í mjaðmaskiptaðagerð og hérna þurfti að gefa frá sér Þorláksmessu. Og þá tókum við það náttúrulega líka, en ég held að Bó ætli að vera á Þorláksmessu núna og ég er bara frekar ánægður með það, að það sé ekki mín ákvörðun að hætta við það, skiljið, þú veist að því það er bara mjög næs að vera búinn 22. sko. Já, langar ekki að fara í stærra venju það? Nei, mér langar ekki að fara á Bæjarbíói. Palli og... Já, bara andinn þarna, þú veist, þetta er bara... Það er djöfis stemming, sko. Já, akkurat, þetta er bara... Það er einhverju töfrar sem eru þarna. Allavega með þetta konsept, ég mun aldrei fara með það annað. Ég mun alveg koma fram með einhverju sýningu einhver tíma, en ég á eftir að koma fram í Eldborg. Ég á eftir að, ég hef oft komið fram í Háskólabíó, en aldrei með mitt eigið, sko. Þannig að ég á eftir að prófa alltaf þessi venue, sko. Sóli og Symfó. Já, Sól og Symfó, ég skil ekki hverju ekki lungu búið. Það ángríns, ég get sungið eins og allir. Þannig að ég bara, þú veist, hvað er það eftir hverju að bíða? En hérna, Jóli Hólmur er alltaf í Bæjarbíói. Það er líka, ég var að vinna í Bæjarbíói nokkur ár, sko. Ég ætla líka að gefa Binni bara að vinna okkar smá sjáta þegar Sigursalurinn er geggjaður, en þessi staðsetning fyrir uppistand, alveg frábær. Algjörlega frábær og maður er í tengslu við þá sem sitja aftast, sem er rosalega munur, sko. Já, akkurat. Þegar við fórum líka, við bara svona gerðum kvöldur, skilja, því að 100%. maður þurft að ferðast yfir í Hafnarfjörð. Akkurat. Við út að borða þar og eitthvað svona. Einmitt, það er nefnilega, sko, veitingastæðir í Hafnarfirði, þeir elska Jóla Hólm, sko. Allavega, þú gæti verið með pop-up veitingastæð og þú græðað meira á því örgulega, bara í nóvember og desember. Það finnst það skulle nefna að þú sést í tengsli við aftasta bekk, sko. Ég má til með að minnast á þetta þó við höfum gert það síðan þetta, sko. En eins og ég kom inn á áðan, þá var ég að vinna í Bæjarbíói nokkur ár. Já. Og svo erum við að útskrifast félagarnir úr HR og mætum hérna á jólatónleika hjá bræðrunum Frikka og Jóni og erum bara orðnir mökkaðir og þetta er barnasýningin, sko. Og vorum búin að fá veður að því að Jón tæki svona smá brandara hérna úr á ofan. Jón, úr á ofan. Lét hann úr sér detta að ofan, svona upp í stað, sko, sniðut. Það er Jónslegasta sem ég hef heyrt, sko. Já. Skaupið verður svona. Já, og þú veist, og Palli, náttúrulega, sem á þetta búin að mæta hérna og klifja ekki, lætu mig hafa sex hérna og þakka mig fyrir velunum störf og allt það og... Þú ert legend þarna. Já, þau reyna að tala um það. Ég hef heyrt það. En hérna, en svo líður upp í rósýningin og þú veist, konur vel við hönd og hérna... Og það er bara, það er sífellt verið að gjamma frá aftasta bekk og í fremsta bekk og það voru, ég get alveg votta það voru þvílíkt góð tengsl milli aftasta og fremsta. Já, voru þið dreifið því sem sagt? Nei, við vorum bara allir aftasta öskra, sko. Svo endaði þannig að það þurfti bara dyravörður að sitja yfir okkur og það var ítrekkað hótað að henda okkur út, sko, sem var síðan aldrei gert. Líka á fjölskyldutónleikum. Já, og svo náttúrulega vinnur okkar sem bara steindrapst eftir tónleikana. Þetta var alveg æðislegt. Var þetta bara klukkan 3 á lögu? Sunnudegi. 5 á eitthvað. Þetta var bara, það var satt í, já. Þetta var æðislegt. Steinskúr. Já. En nú það... Takk fyrir þess að segja. Þetta var doldi góð sagði þetta. Já, þetta var bara, já. Já, þetta var fín sagði. Já, takk, já. Hérna... Jafnvel að höldum mér inn í þettinum. Herriði, Eagle golfferðir, þeir eru að fyrstu riddarspurninguna. Já. Að vanda. Hvernig hefur gengið í golfinu í sumar? Sko, þetta hefur bara gengið þokkalega. Ég ætlaði niður fyrir 30 í forgjöf. Ég er í 31 núna. Þannig að ég þarf að taka nokkar hringi á nesinu, fá nokkra fugla og þá er þetta komið, sko. En þetta bara, þú veist, ég er hættur að fleygja kylfum. Ég var aðeins að byrja að vera detti þá. Það er umulig hegðun á golfvelli að vera fleigjandi kylfum, þetta er bara asnalegt. Hvernig gengur að koma börnunum inn í þú ætlaðir að gera? Já, ég byrjaði á því aðeins en þau eru svolítið, sko strákarnir mínir eru eldri sem sagt, þeir eru konum með smá bakteríu, byrjaði að fikta. Litlu börnin eru náttúrulega 4 og 6 ára en ég byrjaði að láta þeim munda, sko. Þannig að hérna, og það er allt hugsað til að líklega ég fái Viktoríu með mér í þetta ef að þau eru komið pressa frá litlu börnunum, sko. Þannig að þetta gengur bara þokkalega og ég er á vegferð og hún er í rétt átt. Einmitt, þetta er vegferð, þetta er bara prósess og spurum að leikslokum með 3, 5, 10 ár kannski. Já, algjörlega, en það er ekki leikslok þá er ég bara orðinn skári. Já. Þú veist, Já, til Karunar frá Ásgeir Einarsinni Grenidorm réttnefni á Grenivík? Herðu, ég get sagt þér það að ég fann þetta orð upp. Já, það? Já.
Ekki alvöru? 2012, ég er búin að segja Birni bara þetta var spurning í quiz hérna. Það var hræðilegt, Alfred Finnbogi vissi ekkert. Nei, gaman Þormar var með þetta á hreinu. Já. Hérna, já, 2012. Þormar er ekki huginn eða? Jú. Já, sorry. Ég tók bara já við bara já. Sló saman. Hérna, Tilíkur, hérna, nei, já, 2012. Já. Þá var svo gott að vera á pallinum að ég tók mynda mér í Solbæði með mamma og pappa og ég postaði Insta og Facebook og ég setti Valencia filter og hérna og ég hugsaði hvað er gott caption og þá var mikið verið að vinna með Costa del eitthvað, skilurðu, hérna akkurat. Costa del Rauðagerði Akkurat, Costa del Cór Já, akkurat. Og hérna, ég var nýbúin að fara í útskriftaferð til Benidorm, þannig að þetta lá bara beinast við. Þetta er nefnilega mjög vel hefnað nafn og mjög þetta og svo finnst mér líka hérna Tenerife. Þeir rifa á Snæfellsnesi. Það er ógeðslega gott. Þannig að þú átt að segja Tenerife, þú veist það er réttu framburður en við Íslendingar segjum alltaf Tenerife, einhver hluta vegna, en það er svona finnst mér Tenerife alveg stórkostlegt nafn líka. Það er alveg upp þér með Benidorm. Já, ég ætla þetta er gott að þetta sé komið Já, til hamingju með að fatta upp á þessu. Svo fór fólk að nota þetta og svo gerði vinkona mín sem sagt research og hún var bara Hvað er upp á þessu? Já, fyrst Þetta er upphafið, sko. Já, vel gert. Það komið ljós. Takk fyrir. Sóley, það eru mjög margar á þig og það eru svona 38 mátt gíska hvað spurningin er þar. Hversu graður ertu? Já, ég er bara ég 1/10? Bara ekkert núna sko. Ég er bara með Ef maður er ekki graðið, ef maður er búin að droppa þætti eða? Nei. Ég ætla ekki að svara þessu. Nei, það er meira eins og vera búin að fá það. Já, ég held þessi frekar sko. Já, skil. Ég held þessi frekar þannig. Þannig að núlega. Já. En það er í blackouti eftir tapi gegn Þór, spyr Bjarki Hólm. Ég drakk ekki einn dropa af áfengi eftir það. Hvorki fyrir niður eftir. Þannig að, nei, bara alls ekki. Alls ekki. Hilmir er með einfalda spurningu hvernig var í Eyjum? Hvenær? Daginn? Það var geðveikt í Eyjum sko, já. Og geðveikt í Eyjum. Ég var hérna, ég fór með vinum sem sagt hérna vinkonur Viktoríu og Makar fórum í ferð til Vestmannaeyja, bara í borgarferð til Vestmannaeyja. Rosa sniðugt að gera þetta bara í Íslandi. Í staðinn fyrir að fara eitthvað, þú veist, fljúga til hérna Dublin eða Edinborgar eða eitthvað. Keyri bara í 2 tíma á bátur og ekkert eitthvað flug eða bíða eitthvað vesen og bara bíllinn yfir í Eyjuna. Já, bara bíllinn yfir í Eyjuna og var ekki allir sem gerði það einu sinni. Og hérna fórum á Slippinn sem að kveðja og ég fór í golf 2 svar. Þannig að þetta var bara dásamleg helgi í Vestmannaeyjum, þannig að svarið það var geðveikt. Það er alltaf bara létta því maður veit aldrei hvað það gengur til. Þetta getur verið að djóka. Nei. Hvernig var í Eyjum? Þetta er eins og ég hafa bara svona ég var að halda fram til það, ég var með hjákonu minni á lundanum. Lengjan settu spenn í leikinu og tippa á lengjunu. Við erum að hafa lengi spurninguna, er KR að fara að falla og núna svaraði nei. Já, lengjan þarf að fara að setja bara ádræðis á það. Já, það væri flott en svo voru þetta með veikan köttara hérna í settinu og Liverpool mann Það má kannski skjóta þinni líka, það er hægt að tippa á netskákina á lengjunni sem er alveg skemmtilegt. Okkar maður Bjössi Þorfinns vann í gær og hafa góðu stöðull á honum. Þannig að lengjan það er allt þar. Herðu, ég var á Subway í gær. Já. Og í Borgarnesi, ég var að keyra heim. Já. Blönduósi, ég var í stóðuréttin. Það er náttúrulega nýjasti staður þeirra, sko, Borgarnesi. Já, einmitt, ég hafði ekki séð hann áður. Þannig að það var óvænt, ánægja. Sjá sjópöðmerki. Já. Og ég smakkaði ekki, en ég raka augun í það. Já. Og það er þetta hlaðna Doritos. Að ég er ekki nýjunga gert, ég er mjög... Gamli skólinn, konservatífur. Ég vil ekki mikla breytingar, ég er bara bræðingsmaður. Ég fæ mig bara allt. Byggðum að sitta í hverju lagi. Þannig ég fá örugglega mikið af því. Já. En ég raka augun í Doritos nachosið. Já. Og þetta er eitthvað sem ég mun koma til með að prófa. Doritos, cheddarostu, paprika, rauðlaugur, maís, jalapeno og chipotle sósa. Og þetta er held ég undir 700 kallinn. Sko. Hæ? Þetta er bara fáránlegt. Ég er bara að fara að beint þetta þátt í þetta. David Jones. Já. Sko, auðvitað er þetta gott sem millimál, sem nasl upp í sófa, í golfpókan, allt það, í bílinn. En svo er þetta líka bara í morgunmatinn. Já, skýrið. Skera niður nokkra döðlur. Jafnvel havragrautin líka bara. Já, og henda
úr prótíni skýri, nei, dölum jafnvel, ég fer alltaf í lakrísinn það er bara grunnur Saltlak, hjá mér. já, en svo finnst mér gaman stundum að fara í sour cola eða jarðarber með mér finnst gott að vera með 2 póka ég kaupi alltaf lakríspókana og svo kaupi ég eitthvað bland með. Ég kalla það bland já. Og svo þetta verðum við að tala um það sem hefur verið að tröllriða TikTok landanum að taka cinnabon dölunar og dýfa þeim í hvítsúkkulaði rjómaostinn frá MS9 ekki smakka það en við þurfum að prófa skilst það sér gott skýrslega staðið fruminni allir með 9 endastaf að drífa sig í skoðun og eins og ég nefndi síðast að þetta ef þau eru með 6, 7 eða 8 þá þið þurfum ekkert að skammast ykkar og þið hafið þetta í 3 mánuði en betra seint en aldrei Kemi bílaperur í úrvali fyrir allar gerðir ökutækja sorry to say it en núna þarf fólk að vera undirbúið sig fyrir veturinn sko. Já það er bara því miður staðan við erum bara þetta í veturinn og eigum að velja vöru vikunar Birkir, bara í eitt bitni Já, er ekki bara ykkur ég ætla að velja hjá þér felgubustan K2? Já, Wheelceptor Pro Já, hann er þetta rosalega 1950 kall og fær hann á undir 2000 kall Já, sæl fyrir þetta vörumerki, Setterinn Já Það er alltaf gjöfin, ekki neitt annað. Friðjón Haukur á ekki að mæta aftur í Lindatungu með uppístand? Jú, algjörlega. Það er á döfunni. Jú, það er bara mitt, Lindatunga er félagsheimili fyrir vestan, þar sem ég er úr þessari sveit og ég hef skemmt þarna nokkur sinnum og það er alltaf gaman. Já. Þeir eru beittir riddarinnar í kvöld Já. Gísli Jörgen er þessi skemmtilega af öllu sem þú hermir eftir hver verður þú mest til að vera? Já, þetta er geðvig spurning Inga Sæland hún er á góðum launum og svona núna Já Sko, þeir sem ég verið til að vera Sko ég meina Shaggy er ríkastur Já Ég held að, og hann er bara flottu gæi, sko þannig að ég held að hann er vinur af Sting Þannig ég held að ég væri til að vera Shaggy, sko. Það væri geðveikt þegar ég væri Shaggy, maður. Ég væri bara Shaggy. Þú ert bara að vakna hverjum degi sem Shaggy, maður. Wow. Geðveikt. Sko, ég ætla að taka sensinn. Gísli Jörgen spyr Karinni, finnst þér leiðilegt að heita Karin út af einu? Spurningamarki. Já, bara að vera Karen. Skilur Ég fattaði þetta ekki Nei, þetta er eitthvað sem aðeins svo sem heiti Karen geti fattað Já, ég hef komið í viðtal, sko, Fréttablaðið hringdi mig þegar þetta var að byrja, sko hvernig væri að heita Karen og vera, og ég var I want to speak to the manager eitthvað, þannig ég kvart ekki að veitingastöðum, sko en ég segi samt alltaf bara í útlöndum eitthvað svona, ég segi bara ég heiti Karen ég er aldrei að hendi innan hreim, sko Nei, nei, akkurat og bara með harða errið já, bara Karen og en ég man svo, ég var eins og að vinna á Hotel Kea og þar kom einhver svona, bandarísk Karen til mín og sá nafnspjaldið mitt og hún fekk sjokk við að sjá við að sko, að væri svona ung manneski sem héti Karen Svo yrði bara að vera Já, hún sagði bara nobody in my town under the age of 50 is named Karen Wow Já Þannig að það er eins og þetta sé svona bylgja í Bandaríkjunum þar sem að það er mjög mikið af fullorðnum svona konum sem að heita Karen Þetta er bara að heita Adolf í Þýskalandi Já Mjög gott Daniel Ari spyr Sóli, hvort ertu meiri Jens eða Hans maður? Þetta er góð spurning Þetta er mjög góð spurning Sko þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega fyrir eftir hvað þeir eru náttúrulega þó þessu einegja týpurum með saman DNA þá eru þeir ólíkir sko og þeir eru ólíkir sko og ég eiginlega vil ekki gera hvorum þeirra að gera upp á milli þeirra sko þú veist það er og þetta er bara svo stundum er ég meiri hansamæður, stundum er ég meiri einsamæður, þannig að ég er svona, þeir eru bara dásanlegi báðir en ég er mest fyrst og fremst þegar ég Klöru hans dóttur maður sem er mamma þeirra. Já, þú mest það. Það er hans dóttir, það er ég er þakkláttur henni. Og vitið hvað er að merkilegasta við Hans og Jens? Nei. Þetta er fyrst alveg þetta bestu tvíburunöfni í heimi. Þú veist, þetta er bara geðveikt, mér finnst að tvíburunöfni alltaf að passa saman. Ef þú ert óvart með 2 börn, ekki skýra þau bara Þórður og Sveinn. Það er ekki gott. Þau verða að vera matching, svolítið. Okay. Já, mér finnst þetta alveg galið. Ef þú átt einegja tvíbura, já, til dæmis, og allavega svona nöfn sem talin í sama, skilurðu. Ég veist,
já, mér finnst það galið að gera það ekki en hugsið ykkur, þeir heita bara, það getur ekki passa betur saman en Hans og Jens, skilur, einengja tvíburar, Hans og Jens, þetta er geðvikt, en móðurafið þeirra heitir Hans, föðurafinn Jens. Spáið í þetta, að það fæðist einengja tvíburar sem eiga afaðir heita Hans og Jens, þetta er ótrúlegt og mér finnst fólk ekki verið að taka þessu sko bara nóg hátilega, þetta er ótrúlegt. Við erum alltaf að opna umræður hérna í kvöld. Já, en ég hef ekki að segja svona núna út af stöðu Hansa, þá ætlum ég að vera meiri Hansamaður núna því að það veltu meira á honum, en svo bara er þetta fljótandi, hvort ég er. Næstur og kemur þá getur það Janna Kall, sko. Já, algjörlega. Mjög gott. Stendur til að breyta afisvellinum í Þórsvöllin eftir þetta takeover, spyr Óli Valur. Þegar var einhver vélsmiðan Þór við tilbúin að sponsa það, þá var það góðlega sko. Algjörlega sko. En það er bara sko, ég veit að þarna Haldari verið eitthvað pirraður, en sko verandi Þróttari, það er auðveldast í heim að tapa sko. Ég kann ekkert annað. Þetta var gott PR fyrir seríuna. Já. Geðvitt. Sérstaklega ef þið komist áfram í gegnum umspili, það var alltaf geðvikt. Það væri æðislegt sko. Allt skrúi lítur að mæta á völlin. Já, þetta er líka með meiri tekjur í kassan bara. Já, einmitt, fyrir þetta. Sveit Þráinn spyr, hvað tekur Hólmarinn í bekk? Núna er ég ekki 100 sko. Nei. Ég er örugglega svona bara 85, myndi ég halda. Bara þræðis gott. Já, ég held að sé það. Ég var í partí það sem var bekkur. Já. Þá held ég að hefði lúður á því upp þegar einhverjir vesalingar voru að láta það falla á bringun á sér og hendi ég bara jakkanum og lúðra því upp sko. Færið ykkur. Já, færið ykkur sko. En ég er örugglega, það er svona helviti langt sem ég tók bekkinn síðast. Ég er örugglega komin bara í eitthvað 58 eða eitthvað sko. Þegar við vorum að skrifa brján, þá varstu harður í ræktinu. Já, ég veit það. Þá var ég í góðu formi sko. Já. En já, það er sem það er. Það kemur og fer. Þú varst líka miklu mjórið þá sko. Herri, það er að sé á seinni endan hjá okkur. Við hefum nokkar örsnöggar í lokin. Sóli, áttu einhverja nýja eftirhermu handa okkur? Ekki segja mann eftir sko, en það verður það bara á Jólahólm fyrir hérna útvöldu sko. Það er þannig sko. En Karen, er ekki fleiri spurningar handa henni? Jú, ertu með einhverja nýja eftirhermu? Nei. Áttu einhverja gamla eftirhermu fyrir okkur, Karen? Ertu með einhverja eftirhermu? Getur henda fyrir einhverju? Nei. Engin pressa? Ég sagði í banna að hlæja, en svo komst það ekki að. Ég sagði, eina manneska sem ég get hent eftir er eiginlega móður mín. Já, ok. Hvernig myndur þú lýsa henni? Nei, Þú getur alltaf núna að leiki hvað sem er, sko. Já, nei, það var, og svo þá ætlaði ég að segja, sko, Karen, þú ert svo mikið vonbrigði. Að það er endar, sko, það geta allir hent eftir einhverjum. Þú veist, einhverju sem þið þekkja og eitthvað svoleiðis, sko, hvort sem það sé bara, þú veist, hvað þið segja alltaf eða eitthvað svoleiðis, ekki endilega ná getur röttinni. Nei. En alla mína bestu eftirhermur eru ófrægar, sko. Þú veist, það er bara eitthvað lið sem ég þekki, einhver frændi minn eða eitthvað svoleiðis. Það eru langfinnustu eftirhermurnar mínar og stundum hugsa ég, og menn segja oft við mig svona, af hverju er hann ekki frægur? Þú væri miklu frægari ef þessi ekki er frægur. Konur eru miklu minna í eftirhermum. Já, miklu minna. Miklu? Já. Ég held að sé, já, það eru mjög fáar, en sko, út í Bandaríkjunum eru fleiri eins og Ariana Grande er geðvik eftirherma. Ógeðslega góð söng eftirherma, sko. Alveg fáránlega góð, sko. Þannig að maður sér aðeins meira þar. Jimmy Fallon, er það ekki Fallon? Jú. Þeir heita eitthvað. Já, Jimmy allavega. Já, hann hefur verið duglegur með svona eftirhermu sketsa. Þá hefur maður fengið að sjá Ég líka sé á TikTok svona kona sem er bara ógeðslega hæfileika ríka herma eftir munni fólks. Já, ok. Ef þið sjá þetta. Þú veist, svona bara Keira Knightley talar svona með munnin og Drew Barrymore talar svona einhvern veginn með munnin. Þú voru að senda mér þetta. Skemmtilegur algoritmi. Já, en ég held að konur sé allavega að þetta er ekkit eitthvað svona, þú veist, ég held að þetta er ekkit eitthvað genetísta kallari að auðveldara með herma eftir, sko. Ég held að þetta sé bara, eftir einhver tíma verða miklu fleiri konur farnar að gera þetta, bara svo golfið, sko. Já. En að þú minnist á Ariana Grande, sko, söngkonu, og nú ert þú líka fantagóða söngvari. Er þetta í sömu ætt, sem sagt, eftirherma og söngur? Sko, það eru margar laglausar góðar eftirhermu til, sko. Já. Það er alveg, já. En auðvitað hjálpar það að halda lægi, skilur því þá ertu kannski með meiri svona eitthvað svona hrynjandi í rödd sem þú nærð betur og eitthvað svoleiðis, sko.
og ég meina eins og Eyþór Ingi sem náttúrulega bara tæknilega sannlega eitt besti söngvari landsins sko og hann alveg ógeðslega góð eftir hann líka þannig að þetta, ég held að það hjálpa alveg en Eyþór Ingi svona 10.000 sinnum betri söngvari en ég held að séu með svipaðar eftirhermur þannig að það ekki, það hjálpar en það ekki nauðsynlegt held ég að vera með lag til að geta enda eftir. Kóngurinn hringir í ykkur í kvöld, Björn Bragi segir maður bjóða ykkur með í næsta púðusikri. Karen, segir já eða nei? Hann hefur hringt í mig. Það? Já. Hann góður headhunter. Já. Já, það er sama hér, ég bara segi nei. Bara, það fer bara eftir verkefnastöðu, sko. Já, skoða. Já. Skoðum það. Björn Bragi að hlusta. Já. Það þetta er alltaf skemmtilegt. Ég náttúrulega var stundum með Íslandi þegar þeir voru að byrja og eða ekki byrja, voru bara fullu og datt maður stundum inn, fór stundum með á land og svona og það var rosalega gaman því þá var ég ekki komin með Þú ert bara að hugsa pening Þú þurftir að deila þessu með 5 öðrum Já, auðvitað, mér hugnast það ekki Hann er einn á suðunni Hafnarfirði Nei, það var svo gaman, því að á þessum tíma var ég ekki búin að fá kjarkin í það að vera með eigin sýningar Þannig að þetta var einu venju sem ég komst á þar sem fólk var komið sérstaklega til að hlæja því ég var bara á árshátíðum sko þar sem fólk var bara komið til að skemmta sér og jú, fínti þessi gæði fyndin líka sem er samt langbesti skólinn því þá læriru inn á hostile crowd sem þú þarft að berjast fyrir að ná, skilur þú finnur að þau er ekki með þig þau gefa þér ekki neitt eftir en þú ert samt farin að láta þau éta úr lóunum að eru lokvölds það er alvöru reynsla sko veist, og það er eitthvað sem maður býr að endalust sko þess að segja við þessa ungu krakka sem byrja bara að vera með einhverju sýningar farið á grændið, þið verður miklu betri fyrir vikið ekki slá titlingnum ykkar Nei, nákvæmlega því það er í alvöru tal það er miklu betri skóli það er, þú veist, ef þú heldur sýningu í einhverjum kofa og þá mæta einhverju 50 viniðinni sem eru búin að ákveða að hlæja þér, þú veist, þetta er engin æfing sko þetta er bara Já, ég skilji hvað ég við, sko. Þetta er miklu meira að þú mæta og þú þarft að sanna þig. Þú mættur eitthvað herrakvöld út á landi, það sem engi veit hvað þú ert og þú þarft bara að þú hefur bara þetta tækifæri til að ná þessu liði. Þá ferðu, þú veist, þegar maður var á þessum stað á sínu ferli, þegar maður gæti alltaf komið óvart, því að vissi enginn hvað maður var. Maður var oft helviti lengi að sofna eftir velhæfna gig, sko. Það var alveg geggjað, sko. En í dag þá bara er ég sofnaður á stýri, sko. Þú veist, en þetta er bara eins og ekki öllu. Að maður er stressaður fyrir einhverju sem gengur vel. Það er stærsta sigurvíma sem maður fær, sko. Þetta er alveg leksía frá The Home Father. Já, ég má til með að spyrja einnar auka spurningar í sambandi við þetta, sko, að halda 35 sýningar, þú veist, að 30. sýningu að gera sama atriði að því að, þú veist, að vera með uppstæðan 3 það er öðruvísi, en að þú veist, hvernig heldur þú orkustíðinu? Og hvernig verður þetta ekki bara skrifstofuna? Sko, með Jóla Hólm er þetta svo mikil törn að þú ert bara í smugunni, sko, þú veist, þannig að þá ertu bara keyrandi, skilur þú ert bara og það er svo gaman líka, þú veist, því að þetta er svo mikið tempo og náttúrulega svo er Halldór Smárásson með mér öllum sýningum, þannig að hann heyrir alltaf hvernig brandarinn þróast og stækka og það er svo gaman þegar ég veit að ég er að segja eitthvað sem ég hef ekki sagt áður og þá, að því hann hlæra oft aftur að sömu hlutunum, sko en þá veit ég að hann springur ekstra mikið úr hlátri og þá er svo gaman að horfa á hann, sko en þetta er einhvern veginn svo bara, auðvitað, stillir maður upp sýningunni þannig að hún fari nokkuð vel með mann, skilur, maður er ekki að taka Jónsa í svörtum fötum bara hérna í korter, sko, skilur þannig að maður þarf að vera svolítið séður með þetta og hugsa vel um sig milli sýninga, en ég fæ aldrei leið á því að sko ég mæti alltaf gíra þér í hverju einustu sýningu og það er í raun og veru þannig, sko, mér langar ótrúlega að gera þetta en ég viðurkenni að síðustu törnina í fyrra, þá átti ég 6 sýningar eftir og ég viðurkenni að því kvöldi það fannst mér svo yfirþyrmandi að ég var ekki að fara að klára daginn eftir en þegar ég var bara geðveitt þreyttur og ég hugsaði bara, ég get ekki, ég búið með alla orkuna mína, það var það sem var bara en ég bara einhvern veginn tók einhverja 2 Red Bull og keyrði gegnum fyrri sýninguna og þá var þetta bara, og náttúrulega bara auðvitað var ég með orku á sýningunni, sko en þá einhvern veginn hugsaði, það er nú bara 5 sýningar eftir, ég búið með, þetta er svo að vera í marathon en þú verður ekki að gefast upp í hamburgerbúlinni, sko þú veist, þú klára bara, þú veist komið svona langt, sko En ertu ekki, þú veist, nærði ekki þú veist, að aftengja heilan að því orðið svo mikið vöðvaminni, skilur ertu ekki farin að þú getur alveg hugsað eitthvað annað ég get það og ofta er ég, sko þú ert á sviðinu já, stundum er ég sko
var ég búinn að segja þetta? Er ég svona þannig að þetta er svo mikið endurtekning og bara tvær sýningar í einu sko og það er alveg rétt sko en það sem er einmitt svolítið fyndið með þetta að segja mig svo að ég segi þennan brandara og þá er ég eiginlega alltaf sama stað í sýningunni fæði með vatnssopa það er eitthvað sem ég ákveð ekki, þetta er bara, ég er bara vanið því og ef ég kannski ákveð að stíga hingað í staðin fyrir að labba þangað þá fokkast eitthvað upp í heilanum og það er bara eitthvað strúktur sem ég er búin að missa og ég bara svona þarf að rifja upp og bara, en það sér það enginn sko en ég svona maður býr til svona litla tjönka einhvern veginn að einhverju sem þú þetta er svona einhver svona bara einhver foundation sem þú gerir. Þetta er svona checkpoint. Já, til þess að muna einhvern veginn, akkurat. Ég veit að þegar ég stend hérna þá er ég að fara að segja þetta og þetta er alveg mjög grillað en þetta kemur bara eftir fyrstu frumsýningahelgina sko. Já. Þannig að þetta er svona þess vegna líka svolítið gaman að mæta á frumsýningahelgina því þá er maður aðeins viltari sko. Já, Karin, þetta er áhugavert sem hún nefnir að geta verið á autopilot og hausinn bara getur farið á flug hérna. Já, maður sér eitthvað fólk hérna og maður er kannski að tala eitthvað og maður er svona, betur, var þessi ekki með mér í vann ég með honum í ATFR og ég bara tala og svo sé ég á annar hlæði núna Eiga allir að heimsækja Grenivík að lágmarki einu svona ári? Að sjálfsögðu. Hvað er þetta að gera það? Heyrðu, það er bara hægt að fá sér að borða, það er búið að taka sundlegin í gegn. Þetta er nefnilega hefur breyst svolítið mikið frá því að ég bjóða það. Þá einhvern veginn, það hefur orðið svo mikil lúxusvæðing á litlum bæjarstæðum á Íslandi. Það nú er eitthvað svo töff að fara, ekki það eigjar sig eitthvað lítið, skilur, fara til Eyja og gera helgi, skiluru. Og bara þegar ég byrjaði í menntaskóla á Akureyri, það hafði bara enginn farið til Grenivíkur þó að sé hálftími þangað, sko. Nei, einmitt. Og vissilega er Grenivík botlangi þannig að átt ekki leið framhjá skilur og stoppar ekki að til að pissa, að grípa pilsu eða eitthvað skilur en núna er það er búið að taka sundlegin í gegn búið að setja lúxushótel á leiðinni já það er eitthvað lúxushótel á leiðinni ógeðslega góð ógeðslega fyndið lóðir við sjóin seldust aldrei þú veist, af því að það er bara bara ágangur bara bara rok frá sjónum og eitthvað svona skilur þannig þangað til að og það voru svona gömul hús þar þannig að það voru litli gluggar skiluru og bara svona enginn hafði áhuga enginn fá sjóin í gluggan enginn fá sjóin í gluggan einhvern veginn núna er allar uppseldar af því að og þar með keypti mamma mín og pabbi eina þú veist ég er alveg upp í bara einu húsi á Grenivík skiluru allar mína tíð og svo einhvern veginn fær pabbi minn sem er smiður bara einhvern svona midlife crisis og selur það hús og kaupir lóð við sjóin geðveikt hús byggir bara hús með gluggum og þá er fólk bara svona fólk er að uppgöta Grenivík upp á nýtt einhvern veginn og allt í einu fólk að paddleboarda í sjónum og fara í sjósund og það er sána og þannig að þetta er orðið miklu meiri svona náttúru paradís einhvern veginn heldur en þegar ég var alast upp sko. Og það eru gönguleiðir og það er góð veitingastaður það er að fara á kajak og ég hef ekki komið þarna og ég ætla ekki að fara hann með þér ég vil fá guided tour það er alveg á hreinu sko. þá ekki þá vera þú er ekki barnabrjóstu, þú er ekki að dotti í það ég lofa og það er líka rosalega mikið vetrarsport mennska þarna, þú veist, það er allir að Grenivík snjósleða og Pappið er hvað 5 eða eitthvað? Já, hann er mjög hann er moldríkur sko. Já, mér heyrist það á okkur 17 sæti hann á vellinum hann á stúkuna hún heitir Þorstein stúka alls ekki, en bara fólk er fara ég veit ekki hvort sé bara aldur fóldra minna eitthvað, nei, samt ekki en fólk er bara að fara að njóta miklu meira einhvern veginn, bara í hversteginum bara einhvern veginn að vera þarna og það er líka einmitt eins og segir með þessa lúxusvæðingu smábæja sko, að þú getur einmitt bara farið í ótrúlegustu krummaskuð og fengi bara mat sem er eitthvað pæling á bakvið ekki bara season all, ostur og brauð með sesamfræðin sko. það er alveg það er bara eitthvað svona ekki eitthvað alltaf stórkostlegasti matur í heimi þú finnur allavega, það er samt allavega það er koncept, það er eiginlega hver einasti staður á landinu með einhvern eitt svona frekar bara decent veitingastað og þetta megum við bara þakka auðvitað ferðamennskunni. Já. Og það er líka, ég ferðaðist svo mikið landið í sumar og Grenivík er svo sérstök af því að hún er svo ung, þú veist. Þetta er ekki gamalt sem að gera það verkum að öll húsin, þau eru svo þétt
Snorti. Þau eru, minnir mig stundum á Skerjafjörðin, einhvern veginn, þú Já. veist bara að þetta eru bara þessar götur eins og ég fór, þú veist, ég var að keyra fyrir austan, skiluru, og bara svona flesti bæir eru einhvern veginn reitt hús hér og svo er reitt hús þarna. Það er sérstaklega borga Og fyrir svona- Eystri, þetta já, er bara eins og, og þetta er bara eitthvað svona- geðveikt, sko. Þetta er voða random, þessi greinilega eru 100 ára, þessi eru, en á greininni getur, Já, er eins og hún segir. Excel-skjál, Þetta er bara held ég svolítið svipað á Hverageri, af því að Hverageri Já. er einmitt bara, þú veist, ekki orðin 100 ára gamall bær, sko. Og það er einmitt bara öll húsin á einni hæð eiginlega Já, og, já. og rosalega heilu göturnar sem eiginlega bara öll húsin eru Já, eins. það er rétt. Ég var alveg upp í Kambarhrauni og það er bara, þú veist, sama götu build up einhvern veginn, bara, þú veist, þessi býr í þessu húsi og maður myndi bara svona, já, þessi býr þarna. Já, hann kaupi hús svona móti sem er alveg eins og húsi hans Ella frænda, skilur, þetta er svona bara, einhvern veginn, allt bara Já. speklun á Já. öllum Já. húsunum, sko. Og það er ekki einn garður í órekt. Nei, Já. svo er það. Það er, já, Það get ég ekki flutt á grunni. Það er bara Gerðið brottrækur, já. Já, það er tímabundi ástand sem hér. núna. Já. Já, það stendur til bóta. Já. Já. Já, nei, sko með lúksusvæðinguna á bæðastæðan Birkir, mannst eftir því þegar við vorum til Ólafsvíkur að skemmta Já, það mætti enginn. nei, það mætti þetta ekki en lampakórnum sem við fengum, bara með þær voru sinnefræjum góðar, og já. perlulauk og ég hugsaði bara, þú veist, hvar er ég hérna? Já. Bara besti veitingastæðar sem ég á Ólafsvík Var það, Akkurat. var það Viðvík? Já, ég held það. hlýtur að Í vera, sjóin. Já. Já. Frábærstæður. Já, Fáránlega já, góður. Akkurat. en sko, ég held að við séum bara Já, Komið. bara allir að horfa á Brján, allir að fá sér áskrift á Scene Plus. Ég ætla að gera þannig að geta hort þáttu í kvöld og senda þeim mitt feedback sem þau munur vera virkilega mikið að pæli og hérna Nei, Líka bara búið að gera þetta innan sko. inn í myndi næst Karin Björg og Sóli Hólm Karin gangiði vel með þetta badd sem er hérna Já, og, og Sóli, takk fyrir komuna langt Takk síðan fyrir, ég er náttúrulega að fara með hennum og fæðingarleik. Við erum í þessu saman. Herri, takk fyrir kvöldið og takk Já, fyrir komuna gaman að koma. Takk, takk Geggjað.